Ekki loka þig inni. Veldu frelsi. Samsung. Komið sæl og velkomin í Spursmál, föstudaginn 20. júní. Við ætlum nú að vera komin í sumarfrí á þessum tíma en það gengur auðvitað ekki meðan pólitíkin á fullum snúningi ennþá. Við vitum ekki nákvæmlega hvenær þinginu lýkur en það fer vonandi að komast mynd á það hvenær það kemst í sumarfrí og hvaða málum ríkisstjórnin nær að þjösna í gegn og hverjum ekki. Það er ljóst að minnihlutin og meirihlutin takast mjög harkalega á og við munum fylgja því vel eftir hér á þessum vettvangi eins og öðrum þeim sem að Árvakur heldur úti, mbl.is, Morgunblaðinu og öðru slíku. En við héldum í vikunni upp á þjóðhátíðardag okkar Íslendinga 17. júní, fæðingardag Jóns Sigurðssonar, frelsishetjunnar sjálfrar og það var mikið dýrðir á Austurvelli þó að veðurguðirnir hafi látið eins og venjulega á þessum góðan degi. Það varpaði sannarlega skugga á hátíðarhöldin, framíköll og róstur á hálfu fólk sem að blakti eða flaggaði palestínska fánanum á þessum helga degi okkar. Og ég verð að segja fyrir mitt leyti að mér finnst þetta algjörlega ólíðandi, ótækt og ósmekklegt með öllu. Danir hafa fyrir ekki svo löngu síðan innleitt lög sem banna notkun erlendra þjóðfána á fánastöngum innan ríkisins og hafa reyndar undanskilið Norðurlandaþjóðirnar og Þýskaland í því efni, en það er einkum og sérlega gert vegna þess að óþjóðalýður hefur verið að flagga Palestínufánanum með þeim hætti sem þarna var gert. Og við þurfum að hugsa út í það þó að við séum talsmenn tjáningafrelsis almennt og yfirleitt, hvort ekki sé hægt að tryggja frið og hreinlega allsherjarreglu á hátíðarhöldum eins og þeim sem þarna fóru fram. Það gengur ekki að við séum sett í þá stöðu að halda þennan þjóðhátíðardag okkar undir hrópum og köllum frá þessu fólki. Kannski væri hægt að setja sér lög notkun annarra fána á Austurvelli. Það er auðvitað einn af helgari stöðum landsins ásamt Þingvöllum og kannski Skálholti, en við getum ekki sett undir því að þinghúsið okkar sé baðað þessum fánalitum þegar þar á aðeins hinn íslenski fallegi, blái, hvíti og rauði fáni að blakta. Við ætlum að fara yfir fréttir vikuna hér eftir skamma stund með frábærum gestum, Sigurmari Vilhjálmssyni, athafnamanni og Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur, alþingismanni sem að nú stefnir í Víking til Vesturheims. Að því loknu ætla ég að ræða við Sigurð Boga Sævarsson, kollega minn, sem er frábær starfsmaður okkar hér á Morgunblaðinu og hann lagðist í dálítið stórt verkefni árið 2022 sem hann lauk í liðinni viku og ég ætla að ræða við hann. Og í lok þáttar förum við á alvarlegri nótur og ræðum við Albert Jónsson, fyrrum sendiherra, stöðuna í Íran og Ísrael, þar sem þessar óvinna þjóðir berast á banaspjótum. Fylgist þið með en áður en að því kemur og þá ætlum við að fara yfir samfélagsmiðlana og pólitíkina og það er Ásthildur Hannesdóttir, kollegi minn, sem að færir ykkur þær fréttir. Hæ hó, jippi-yey og jippi-yey, það er komin 17. júní. Þjóðhátíðardagur okkar Íslendinga fór fram með pompa og prakt víða land í vikunni og var sko öllu tjaldað til, peysufötunum og palestínska fánanum. Hæ há jippi-yey segir maður nú bara. Þjóðbúningaþema var allsráðandi hjá þessum örfáu hræðum sem sýndu sig og sáu aðra við hátíðarhöldin, metnaðurinn algjörlega í fyrirrúmi þar, en þeir sem ekki mættu, þeir geta bara átt það við sína samvisku og sinn Guð, að hafa verið föðurlandssvikararnir sem þeir eru og ekki orðum það meir. Þær Holy Tea og Kay Frost virtust sjúklega peppi hið íslenska 17. júní stuð á Austurvelli eins og það gerist best og ekki kvörtuðu þær undan suðvestan 6 metrum á sekundu með súld og asahláka á köflum. Ó nei, þær tóku þetta strangheiðarlega 17. júní veður bara beint á kassan og mættu án yfirhafna. Íslenskt já takk. Svo voru þarna ferðamenn á svæðinu sem held að þær væru mæðgur, það meikar ekkert eðlilega mikinn sens. Báðar með hárið einhvern veginn klippt í fláa og nú eru allir útlendingar sem hingað koma til lands farnir að halda að það sé eitthvað sér íslenskt tískufyrirbrigði. Tokka Gunn skartaði sjálfsögðu öllum skrúðunum á 17. júní og var algjörlega stunning þegar hún tók á móti einhverjum skriljón sendiherrum hvaðan æfa úr heiminum á þessum dýrmæta drottins degi. Elsku Tokka, hún vinnur alla daga, allan sólarhringinn, allan ársins hring, samt íslenski metorðastigi, það klifrar hann enginn hærra en hún Tokka okkar. Halla Hrund, íslenskasti Íslendingurinn, tók 17. júní vikuna alla leið og startaði henni á því að fara í sauðburð suður í sveit ásamt sínum afkvæmum tveimur. Svo létu meðgurnar sig ekki vanta á 17. júní stuð þar sem haldið var í hefðirnar, kandifloss í einni og íslenski fáninn í hinni. Allt eftir uppskriftinni.
Áslaug Arna fagnaði þjóðhátíðardeginum hátíðlega ásamt góðum vinkonum sínum og klæddist þjóðbúningi ömmu sinnar og nöfnu í tilefni dagsins og svona áður en hún gerist þessi sterabjúaði kani sem allir eru að tala um. Það víst alþekkt hjá þeim sem fara utan í nám, sérstaklega hjá þeim sem fara í Trömparalandið, því að það ekkert verið að spara sterasprauturnar þar. Þeim bara sprautað í hvers kyns matvæli. Og þar í landi náttúrulega engin þyngdarstjórnunar lögga eins og Diljá Mist. Ég meina, já, hvað ætlar hún að gera? Sanna var svo sannarlega stórglæsileg í sinni þjóðlegu múnderingu á 17. júní og myndi landsmenn á allan afreksturinn sem þjóðin hefur náð frá stofnun lýðveldisins. Hún alltaf eitthvað svo hugljúf og viðkunnuleg hún Sanna. Liðið í borginni var líka í fullum skrúða eða sko allir nema Helga sem var einhvern veginn að vanhelga hefðirnar með því að mæta ekki í upplut. En við fyrirgefum henni það, bara því að hún svo mikið krútt. Sumir segja að ekkert sé meira djúsi en reiðar konur. Það má vel vera, en púlsinn á okkur ástsælu Ingu Sæland var að hápunkti líkt og vanalega á samfélagsmiðlum í vikunni og svo virðist vera sem hún sé farin að finna reiði sinni farveg í beinni útsendingu á Facebook. Sko þetta ekki fóstbrara skets, bara svo að því sé nú algjörlega haldið til haga. Flott hjá hann að nýta sér hennar fítus. Hann jú til þess gerður að fólk nota hann, sko. En, já. Virðulegi forseti, hér með legg ég fram tillögu þess efnis að fólk sem komið yfir miðjan aldur verði settar einhvers konar skorður á alnetinu og þá einna helst á samfélagsmiðlum. Legg ég til að internettenging fólks á vissu aldurspili verði rofin á ákveðnum tímapunktum þegar vissar miðlunarleiðir í notkun til að sporna við að allskyns tjón geti hlotist af. Þetta tel ég vera brýnt hagsmunamál þjóðarinnar og bara thank me later og ég þakka fyrir áheyrnina. Já, hér má svo sjá raunverulegan fóstbræðra skets þar sem Íringurinn, Jón Gnarr og Sigurjón Kjartansson, hans kollegi, eru með lifandi uppistand algjörlega á reynslulaust. Þeir þurfi ekki einu sinni að reyna að vera að finna, sko. Já, þessi þingmenn sem við eigum, þeir eru augljóslega ekki að yngjast og öðlast hugtakið að vera miðaldra allt aðra merkingu þegar menn eru farnir að þurfa lesglerugu og tæknin eitthvað aðeins farin að vefjast fyrir. Simmitabbi tekur sér samt bara mjög vel út með brillur, lúkar kannski bara aðeins greindari fyrir vikið mér þess að, ef það var þá hægt. Það sem þótti fréttnæmast í vikunni það að orkumála maðurinn JP virðist hafa greitt á sér lubbann með vettbrauðsbursta bestu gerð. Allt annað sjá hann svona óútur veðraðan einhvern veginn. Hann bara óþekkjanlegur. Það líka búið að vera svo stillt veður. Hann þarf kannski bara að greiða sér cirka einu sinni í viku eða bara jafn ofta hann þarf að hlaða Tesluna sína. Snúli Másson pósaði næstu því eins og frelsisstyttan sjálfa á þjóðhátíðardaginn. Ekkert eðlilega nett derra sem hann með á þessari mynd. Hún bara þurfti að fá að fljóta með í þessari yfirferð. Því að ekki selfie-kóngurinn okkar, Pavel Bartasek, að standa sig í stykkinu. Hvar er Pavel minn, hvar er Pavel minn, hvar er Pavel minn, hvar er Pavel minn, hvar er hann nú? Ísdrottningin tók til hendina og þreif allt hátt og lágt í Valhöll í vikunni. Löngu kominn tími til að þrífa burt allt DNA eða Bjarna Ben og fleirum úr húsinu. Í tiltækta brjálæðinu sjálfu lágu það til að karlmenn sem hyggjast nota salerni í Valhöll migi sitjandi hér eftir. Hún sko ekki alveg að nenna því að vera þrífu klamd eftir ykkur af flokksbræðu sína. Ó nei, takk fyrir. Sveitadurgurinn Sigurður Ingi kenndi okkur sögunum bíflóðun og blómið á Facebook á dögunum. Eins og sést leggur hann allt í sölurnar þessa dagana til að fjölga framsóknarmönnum, enda ekki vanþörf á. Hott á hesti, tralalala. Ég get upplýst það að ég fikk skilaboð á hann að þetta væri hið nýja Love Island. Ég ítreka það, Frosti, ég ekki að kvarta yfir því. Ástareigin hóf göngu sína í beinu streymi á vef Alþingis í vikunni þar sem nýjar ástir tóku að myndast í gegnum umræðu á bókun 35. Ótrúlegt hvað margir þokkasveinar og glysskiðjur fella hugi saman í gegnum blaður 35. Ekkert eðlilega heitt mál. Ég heiti María Rödd og þingmaður Viðreisnar í Norðvesturkjördæmi og ætla að ég sé þá ekki hvernig íslenska Stay tuned. Ný gælla í húsinu. Þegar kemur að því að vera hluti af ástareiginu miklu, sko. This week, a hot new bombshell enters the villa. Don't call me up, I'm going out tonight. Nú fylgir veglegur kauphauki með öllum símum í Galaxy S25 línunni frá Samsung. Galaxy Buds 3 Pro heyrnartól. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Komið sæl að nýju.
Þetta var áhugaverð yfirferð á stjórnmálin í samfélagsmiðla heiminum öllum. Það alltaf af nóg að taka þar sannlega. En það líka á vettvangi frétta vikunar og ég fengi hingað til mín 2 afskaplega góða gesti úr ólíkum áttum. Það er Sigmar Vilhjálmsson, athafnamaður og eigandi Mínigarsins og ég segi atvinnulífsfrömuður orðið í baráttunni fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki og svo Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, alþingismaður og verðandi námsmaður. Velkomin bæði 2. Takk fyrir það. Takk fyrir. Ég bara sætti færis Áslaug, frétti það að þú væri bara rétt ófarin úr landi, stefnir vestur í heim. Já, eftir viku að þá verð ég á leiðinni til Bandaríkjanna. Og sest á skólabekk. Já, námið byrjar hjá mér núna bara í júlí. Já, það hljóta að vera talsverð viðbrigði eftir talsverð langan þingferil og ráðherradóm og annað að fara að láta mata sig af upplýsingum úr af kennurum við einhverja öflugustu menntastofnun Bandaríkjanna. Já, og þetta verður ævintýri sem ég hlakka mikið til, tók þessa ákvörðun eftir landsfund að láta á það reyna að komast inn í svona skóla og bæta við með þekkingu og afla mér nýrra reynslu. Ég held að það sé alltaf mikilvægt og hef alltaf talað fyrir því að maður á að sæta færis að gera það sem manni dreymir og aldrei hætta að svona ná sér í nýja þekkingu og reynslu og þetta mun vafalaust bara styrkja mig á ýmsum sviðum. Ég byrja núna námið í júlí og þetta eru líka spennandi tímar í alþjóðamálunum að vera í Bandaríkjunum. Það er auðvitað mjög mikið að vera og þetta nám svona alþjóðlegt leiðtoganám. Þarna koma saman nemendur frá öllum heiminum og með mikla atvinnureynslu í farteskinu, bæði úr enga og opinberum gera. Stjórnmálamenn, fyrir ráðherrar, aðrir veistu þekkir á hópinn? Ég er svona nýbúin að fá smá mynd á hópinn. Þarna eru fólk með reynslu úr stjórnmálum, algjörlega eins og ég, frá allt öðrum löndum þó, en líka fólk úr mjög svona fjölbreyttum geirum, myndi ég segja. Kjörtímabilið þetta til dæra nýhafið, þú ert að taka þér leyfi frá þeim störfum sem er ekki óþekkt. Stefnir hraðberi aftur heim í pólitíkina þessu ári liðnu eða ætlar að nota þetta sem tækifæri til að endurmeta þá stöðu? Ég bara held öllu opnu en útiloka ekkert í þeim efnum eins og pólitíkur sem myndi segja. Okay. En nei, ég hef ekki tekið neina aðra ákvörðun en að koma tilbaka að ná mér loknu. Það er útskrift í maí næstkomandi en ég tek mér núna launalaust leyfi yfir þann tíma. Og verður í stóra eplinu eins og við kallum það þangað til? Já, Columbia er statt í bara frábærum staði í New York og hlakka mikið til að búa þar. Það er talsverð vinna að flytja til Bandaríkjanna í dag. Vísaferlin eru flókin og ég var rétt búin að skila inn umsókninni minni þegar Trump ákveður að frista alla tíma í sendiráðum allan heim fyrir nýja námsmenn. Það er bara svo sem fréttir af því í vikunni að það væri nú eitthvað að glitta til í því og það væri verið að opna það en það væri svona verið að fara betur og nánar yfir umsóknirnar og þetta er gríðarleg pappírsvinna. Komstu í gegnum nálarauga þrátt fyrir allt? Ég komst í gegnum nálarauga og held á vísanu glöð og bara spennt fyrir þessu svona nýja kafla í mínu lífi. Já, óskar þér velfarnað, þú ert ekki sloppinn. Nei. Þú þarft að komast í gegnum þetta viðtal áður en að því kemur. Það er nálarauga. Það er enda mjög góð ísbúð í þessu hverfi svo þetta fari. Ég ætla að senda þér link á það. Heyrðu frábært. Ein besta ísbúðin er þetta rétt á campus. Já, ég mun sakna nefnilega ísbúð Vesturbæjar, sko. Já, þetta mun ekki glenga, sko. Hvernig veist þú þetta? Ég náttúrulega fer borgir til þess að þefa upp í mat og New York hefur klárlega verið oftar en einu sinni fyrir valinu, sko. Hvað er besta minigolfið í New York? Núna, þeir eru að fara að opna þar, það heitir Swingers Club. Golf Swingers, nei, ekki spyrjum af hverju ég googlaði það. Nei, en það er svipaður staður í London og innan hús svona minigolf sem við klárlega vorum inspireraðir af síðan tíma. Og bara ég ferðast til þess að smakka. Já. Það er svolítið þannig. Það eru líka íslenski frumkvöðlar í New York núna að vinni því að opna sánu og sundstað í New York. Íslenskri og norrænni fyrirmynd. Hvað er að fólki? Það er góð. Sána er bara, þetta er best sem maður gerir og komast í ísbað og heitan pott og svona komast þessari sundmenningu víðar. Hvaða Íslendingar eru þetta? Þetta eru ungir strákar, talsvert yngri ég, væntanlega eru komnir úr námi þarna í Bandaríkjunum og reyna að hasla sig völl að skapa eitthvað tækifæri þarna
og ég hef séð það á samfélagsmiðlum halda stóra opnun sem svona að kynna þetta og að leita fjárfestingu og svona, það er gaman að sjá þetta, þeir nefna þetta bara sund bara. Sund? Já. Þannig að það verður hægt að fara og svita út í New York eftir allar steikurnar og húlum hæð. Já, kannski opnar þetta rétt áður en ég fer. Það er baðstæðina til New York bara. Já. Það er gaman að sjá íslenska frumkvöðla reyna fyrir sér við það. Já, og það er ekkert of stórt í þeim efnum. Ég var með Jökul Júliusson hér í síðustu viku sem að mætti bara til Bandaríkjanna og fór að kenna mönnum að spila country. Já, það var frábært viðtal. Já, og gengið vel hjá þeim og spennandi tónleikar sem þú missir af í Vaglaskógi 27. júlí. Já. Ég ætla að skella með norður og... Já, við munum sjást þar. Treysti því að Jakob Frímann verði kynnir þar. Er það ekki? Ég myndi halda það. Já. Fyrst hann er að skipuleggja það, þá setur hans í kynnin. Já, þú gengur út frá því. Já, já. Heyrði en fréttum vikunar, stórt mál sem að tengist ráðuneyti sem að þú varst í fyrir allmörgum árum síðan. Helgi Magnús Gunnarsson, vararíkissaksóknari, hann er bara hættur. Það er búið að bóla honum út úr þessu embætti og það þarf að greiða honum full laun í 9 ár og ég segi sem skattgreiðandi, hvað er í gangi hérna? Já, það er ekki að segja annað en þetta séu sérkennilegar málalyktir, að þetta sé ykkur ákvörðun og málalok lyktir sem ríkisstjórnin þykir stæra sig af síðust í þessari viku er mér algjörlega óskiljanlegt. Þetta eru gríðarlegir fjármunir og ekki eins og lagt hafði verið upp með hjá Guðrúnu Hafsteinsdóttur, þáverandi dómsmálaráðherra. En hann á rétt á þessu maðurinn, það er engum blöðum með það að letta. Og svo komum við í umræðum lögum opinberra starfsmenn sem veitir ekki af að fara að taka með meiri festu í samfélaginu svo að meirihluti þings taki loksins einhver skref í þá átt að breyta því en það er samt sem áður þannig að það er hægt að gera myndi ég halda að fara aðra leiðir að þessu og þetta eru gríðarlegir fjármunir og auðvitað hafa þessi lög gert það verkum að í gegnum tíðina hafa verið gerðir dýrir starfslokasamningar en þeir eru í algjöru, þeir eru mjög litlir með við þessa upphæð. Ég spyr bara, þú ert lögfræðingur að mennt og fyrir dómsmálaráðherra. Ef að Sigríður J. Friðjónsdóttir ríkissaksóknari er þannig innstilt að henni líkar bara ekki við næsta vararíkissaksóknara sem verið skipaður, þarf það bara að móka honum út á svona samningum aftur. Það geta menn bara ákveðið það fyrir einhverjar ástæður að neita að vinna með öðru fólki. Verða þeir þá ekki bara hypja sig sjálfur? Það ætti þetta ekki að vera svoleiðis og svo ætti að vera algjörlega sjálfsagt að fólk tækja sér önnur störf hjá hinu opinbera. Já, ég ætla kannski ekki að fara að breyta þessu í eitthvað deilu þátt sko, en þetta mál kom upp á annarri vakt en núverandi dómsmálaráðherra. Þar fórum við mikið yfir hans persónulegu skoðunum inn á Facebook. Þetta hefur maður þá skoðun, þetta snýst allt það að hann lýsti sinni skoðun á ástandi útlendingamála. Og þá komum við að því er málfrelsi eða ekki málfrelsi eða eiga menn í þessari stöðu kannski ekki að henda skoðunum sínum svona á samfélagsmiðla. Ég þetta svona allir sammála að þeir eigi ekki að gera það en spurningin er bara hvaða afleiðingar hvaða viðurlög hefur það. Já. Og áleitið spurningið mitt er ef fólk getur ekki unnið saman á þá bara ríkið að þurfa að borga fyrir það að fólk eigi ekki skap saman sko eða er það kannski bara ágætt að fólk sé ekki líkt í stofnunum, er ekki bara fínt að geta skipt með sér verkum og nýtt hans starfskrafta, hann er nú klár, þetta er góður lögmaður samkvæmt mínum upplýsingum, þannig að það er alveg að nýta hann í eitthvað. Þannig að þetta er mjög skrítið mál. Ég myndi nú kannski ekki fara svo langt að segja að þetta væri núverandi ríkisstjórn að kenna. Þetta er bara vont mál og góðu fréttir er það alltaf búið að leysa þetta deilumál. En var ekki þetta að leiða þetta? Það er 6 mánuði í það að ljúka með þessum hætti með stærsta held ég reikning sem hefði getað hugsast í þessu máli. Þannig að maður getur ekki sagt að þessar mállyktir hafi verið vel hefnaðar en ég held að þetta... En átti ekki Guðrún Hafsteinsdóttir ekki bara taka á þessu strax? Já, hún hefur lýst sinni aðkomu hvernig hún skildi við málið þannig að það væri ekki í boði að starfa ekki saman og það væri bara fólk skildi bara finna lausnir á því innan síns embættis. Getur dómsmálaráðherrann áminnt ríkissaksóknara? Já, ég held að áminningar eigi almennt við
flestar stöður, ekki dómara vissulega, með flestar aðrar stöður, með skjátlast ekki. Fara bara í skipulagsbreytingu? Það vel þekkt hjá hinu opinbera að ráðast í ýmiss konar skipulagsbreytingar til þess að færa fólk til í starfi og annað. Sumir hafa haldið launum sínum sem einhver yfirmaður þó þeir lækki og svo framvegis í slíkum breytingum. En þetta auðvitað svona, ég myndi segja að við verðum bara, það lífsnauðsynlegt fyrir okkur sem þjóð, verðmætasköpun, rekstur ríkisins og það tækniframfari sem mér þykir ríki vera að fara full hægt í með við þá hröðu þróun á gervigreind sem við erum að sjá, að lögum opinbera starfsmenn þvælast gríðarlega fyrir. Og hér enginn að tala það að það sé einhvern veginn allt ómögulegt, heldur auðvitað þannig að það verður að vera hægt að segja upp fólki. Og þegar það ekki hægt að búa til sveigjanleika fyrir... ekki eitt í þessu máli líka sem kannski við sjáum ekki, og það náttúrulega framkoma embættisins við hann. Ég held að það væri að það færi fyrir því rök að ríki hafi einlega verið bótaskylt af þessum tíma sem liðin og hvernig hann ekki búin að aðganga tölvu, ekki búin að aðganga kerfunum. Þetta verið niðurlægjandi. Þannig að ég held að það sé alveg, í þessu hafi líka falist bara ákveðin sátt í mögulegu dómsmáli. Nú ég bara að tala út frá giski. En hann bara á þennan rétt, ég meina hann æviskipað, þetta örfáir einstaklingar sem að búið þann rétt. En annað sem að snýra ráðherra núverandi dómsmálaráðherra að hún fer í einhverjum bakslagagangi, það að setja á laggirnar nýja stöðu sem að reyndur til að lögum en hefur ekki verið í skipuriti ríkislögreglustjóraembættisins, vararíkislögreglustjóraembætti, sem að ríkislögreglustjórinn virðist ekki hafa verið að kalla eftir og enginn hefur verið að kalla eftir. Svo þegar Helgi Magnús afþakkar djópið, að þá bara tekin ákvörðun að setja það ekki á laggirnar. Og maður spyr sig út frá bara hagsmuni ríkis og geta menn farið svona með hagsmuni ríkiskassans og ríkisvaldsins að það séu bara sett á stofn einhver embætti bara til þess að leysa einhverjar flækjur. Það má kannski líta á þetta sem viðleitni að reyna að koma honum í gagn fyrst að þurftu hvað sem að borga honum. Það ekki meira gagn en svo að embættið gagnslaust fyrst að hann það hefði verið hægt að búa eitthvað til. Þú veist, allt betur en það að hann fari heim á launum og lækki forgjöfin í golfi, sko. Þú veist, ósammála? Þú veist, þetta var að tímanum í margt verra en það, en ég að segja, þú veist, það þetta snúa öllu þetta á hvolfi þessu. Fyrir mér þetta bara enn hausverkurinn eða mýflugan sem bara farin. Við náum ofta festast í litlu málunum í einhverju töði. Þú veist, hertaka þjóðina í einhverju leiðindum í hlutu sem að skipta ekkert aðalmáli í stóru myndinni. Samanbera útlendingamálin, það átt verið að þvæla umræðinni þannig að það verið að búa til einhverjar fylkingar og einhverja tvo andstæða póla þegar, þú veist, skynsemismörkin eru þarna á milli. Þú veist, ég held að almennir Íslendingar átta sig í þeim efnum til að mynda á að það er munur á þeim sem koma hingað til að vinna og það er munur á þeim sem eru að koma hingað til þess að sækja sér velferðarþjónustu leggjast á kerfið og ég held að sé ekkert flókið að greina þar á milli en einhvern veginn verður þetta allt í einhverjum svona æxlagangi og það er svolítið þessi fyrirsagnagleði okkar allra, ekki bara fjölmiðla, þú sér það bara hjá einstaklingu sem eru inn á þessum samfélagsmiðlum, hvernig þeir leyfa sér að henda upp einhverjum svona ólíkum pólum til að búa til vesen og sama tíma eru grunnstóðar okkar einhvern veginn óræddar, stórumálin, stóramengið. Þetta finnst mér oftast yfirtaka fréttir, það eru litlu málin, það eru svona populísku málin, en stóru hlutir þeir einhvern veginn sitja á hakanum. Þetta hef ég svo sem nákvæmlega þetta ekki gagnvart umræðun en ég hef svona lýst rekstri hins opinbera svolítið svona og mér blöskraði talsvert því ég kom inn í ráðuneytin og sá hvað svona daglegt amstur tók mikið af mikilvægri vinnu sem skipti máli fyrir Ísland til lengri tíma og það var þess vegna ekki síst sem ég ákvað að ráðast í mikla uppstökkun og nýsköpun á vinnulagi og verklagi svo að fólk myndi geta verið í friði gagnvart stórum framtíðamálum sem eru mikilvæg en hljóm ekki áríðandi og heyrast ekki símatíma bylgjunar eða svona dagstaglegri amstri sem þarf auðvitað að sinna og vera í viðbragði en viðbragðsstjórnmáli eru aldrei góð stjórnmála því að þá eru við ekki með neina fókus á framtíðasín en pólitík auðvitað
hefur verið talsvert margir stjórnmálamenn rosalega fastir í að horfa bara til eins árs eða allavega ekki lengur en kjörtímabils fyrir Ísland og þannig mál í þinginu núna sem við erum að reyna að koma í veg fyrir að það sé samþykkt núna bara illa unnið mál sem enga greiningar liggja fyrir áhrifin og þá er ég að tala veiðigjaldamálið. Þetta kannski svona típist mála sem ítt upp einhverju svona riki, öfundar og bara stemmingu að þú veist þjóðin vilji þetta eða einhver hlut af henni en ekki talað bara hver eru greiningarnar áhrifin og verðmætasköpun og atvinnulífið og nýsköpun á lítil sveitafélög og svo framvegis og þau vilji ekki ræða máli út frá gögnum, þetta orðið gríðarlega misheppnað, þríreiknað, algjörlega ljóst að ráðherrann kom með frumvarp með röngum gögnum og tölum, talaði fyrir frumvarpi sem lítur eiginlega allt öðruvísi út í dag en talaði fyrir að velti fyrir sér vissi ráðherrann að málið væri miklu meiri álögur. Var ráðherrann þá sáttur við það eða ætlaðu þau að bregðast við? Svo virðist ekki vera. En nú nú sjávarútvegurinn ekki alveg sammála þessu. Nú sjáum við það var líka frétt að Guðmundur fer úr stjórn SFS. Já, það þótti nú stór frétt. En við vitum ekki alveg af hverju það er. Já, hann allavega sagðist ekki finna samhljóm í hans málflutningi og hans stefnu í þessum málum með þá framkvæmdastjóranum, Eyrúnu og það er mál sem vekur auðvitað athygli, sérstaklega í þessari baráttu sem maður hefði haldið að allur sjávarútvegurinn myndi fylgja sér á bakvið hreina og beina andstöðu. Guðmundur hefur rætt það að hann skilji alveg að það sé svigrúm til aukina álögu eða aukina þáttöku sjávarútvegsins í samfélaginu en ekki kannski svona stórum skrefum eins og hann hefur sagt sjálfur og það verðist ekki vera stemningin í SFS eins og ég skil þessa verðist að tjá sig meðal annars hér á þessu vettvangi það að þau sýnið skilning að menn geti hækkað að lækka álögur en það aðferðafræði. Það vinnubröðin sem maður var að setja hér á dagskrá og að tengja það eitthvað sem saman við þá gagnrýni sem maður hefur lesið í fjölmiðlum á milli þeirra á sér enga stoða þegar við erum að tala vinnubröð ríkisstjórnarinnar og gögnin sem fyrir liggja og áhrifin og greiningarnar. Þetta óunnið mál. Þetta mjög óvönduð vinnubröð og það auðvitað verkefni okkar algjörlega bursið frá því síðan hvar við leggjum mat og það hvað hægt að hækka mikið og hvort það sé og hvað rými. Með þess að Víðir Einarsson, þingmaður Samfylkingarinnar, segir í Eyjum, við töluðum fyrir að fara hægar í skrefum í þetta. Það gerðum við í kosningabaráttunni og ég hef áhyggjur af því að taka svona gríðarlega hástöð. Þið þekkið það nú í stjórnmálum að í stjórnarsamstarfi þá þarf við einhvers staðar að verða málamiðlun þó einn flokkur segir. Hver að íta þá á það hvaða flokkur í þessu ríkisstjórnarsamstarfi að íta á það að taka svona stórskref og ekki bara svona stórskref sem við gagnrýndum í fyrstu umræðu heldur það miklu stærra en þau sögðust vera að taka og höfðu vitneskju. Ég held að það sé rétt. Við þurfum að geta rætt svona mál þar sem verið að skattleggja vel gangandi atvinnugrein sem gríðarlega samkeppnishæf. Við þurfum að geta rætt það út frá gögnum en ekki bara tilfinningum. Já. Það væri mjög hressandi ef umræðan gæti verið þar. Eitt í þessu sem að snýri með þetta atvinnulífinu og hluta því sem við erum að gera í atvinnufélaginu fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki og við gerðum mjög öfluga hagfræðiskýrslu þraut sega tryggingagjaldsmál allt saman. Allt talum að leggja niður tryggingagjald algjört bull af því að þetta þriðji stærsti tekjustofn ríkisins. Þetta verður aldrei lagt af. Þetta skattur sem liggur á launagreiðslum fyrirtækja. Fyrirtæki sem borga laun, borga hana skatt. Fyrirtæki sem borga ekki laun, borga ekki hana skatt. Þetta kallað gjald af því að ef þetta heitir skattur þá mætti ekki mismuna eins og raun ber vitni. Og þessi skýrsla sem við gáum út sýnir svo ekki verður umvilst að frá árinu 1996 sem fyrstu gögnin til dagsins í dag, þá sjáum við það eru ákveðnar atvinnugreinar sem hafa náð að hagræða sig frá tryggingagjaldi. Ég mjög hlynntur því að þú hagræðir í þínu rekstri og það að þú sjálfvirki væðir fiskvinnslur og þú kaupir tækjabúna sem að eykur afköstu þín og lækkar launakostnaðinn, það bara frábært tiltekt í rekstri fyrirtækis. En það að fylgi því síðan auka bónus og þú borgir minna til samfélagsins, það bara önnur ella. Og í þessu tryggingagjalds skýrslu þá sést það svo ekki sé umvirðist að sjávarútvegurinn í dag að borga minna
til ríkisins í formi tryggingagjalds heldur það gerði, töluvert minna, 24%. Enn meira getum við séð í bankastarfsemi og tryggingafélögum sem að borga alltaf 40% minna til ríkisins í gegnum tryggingagjaldi. En er það ekki tryggingagjaldi sem að ýta fyrirtækjum út í þetta? Það er ásökunartónn í þessu fyrirtækjum þegar þú leggur þetta svona? Nei, ég er ekki að ásaka fyrirtækin, ég er að segja hvað þessi skattur... Það komið sér undan því að borga? Nei, þau eru bara hagræðir. Ég sagði það ekki, ég sagði þá ekki að fylgja því auka bónus síðan að þú leggir minna til samfélagsins. Það er auka bónusin sem fylgir hagræðingunni. Ég er alls ekki að ráðast af fyrirtækin. Ég er að segja, hér er bara gjald sem liggur í dag þungt á litlum og meðalstórum fyrirtækjum. Fyrirtæki sem hafa ekki bolmagni að tæknivæða sig, hafa ekki forsendur til þess því að þeir þurfi ekki jafnmikla framleiðslu, liggur á litlu og meðalstórum fyrirtækjum sem eru hryggjarstykki þessa lands. Er nota bene 99% allra fyrirtæki eru lítil og meðalstór, 70% allra á almennu vinnumarkaði vinni á litlu og meðalstóru fyrirtæki og það að gjaldið liggi svona þungt á litlum og meðalstórum fyrirtækjum er tilefni til þess að segja, herðu, viðurkennum þetta gjald, köllum þetta skatt og finnum leið þar sem allir borga jafnt til samfélagsins. Því að kaltanin er svo að tryggingagjald borgar atvinnuleysisbætur, tryggingagjald borgar fæðingarorlof, tryggingagjaldið stendur undir sjúkratryggingum. Þetta eru undirstöðu samfélagsins og það er allir að borga jafnt. Þetta eru góða punktar sem þú hefur mættir enda í alveg sérstakt viðtal hjá mér þetta mál. Það ætlum ekki endur að taka ég er að segja, þar sést bara sjávarútvegurinn og að því að í þessari skýrslu förum við ekki að greina niður á fyrirtæki. Við getum það í gögnunum og þá sést að því stærra sem fyrirtækin er, því meiri hagræðing, þar liggur hagræðingin, ekki á litlu og meðalstóru. Stóra spurningin er þessi. Með vinnubröðin. Ég spurði Hönnu Katrín og Guðmund Ara Sigurjónsson á fundi niður í Hörpu fyrir marglöngu síðan hvort það lægi fyrir greining það hvaða raunverulega áhrif þetta veiðigjaldafrumvarp myndi hafa á ríkissjóð, hvort það tekið það meira eða minni. Þau fullyrtu að sú greining væri til, en hún það ekki. Þau sögðu ósatt. Þau sögðu algjörlega fortakslaust ósatt fyrir framan mörg hundruð manns í þessum sal. Þetta auðvitað vinnubröð sem ekki hægt að setja undir. Þetta bara stærri breyting heldur en þau eru að láta vera og bara áhrifin á nýsköpunarfyrirtæki. Mér finnst Guðmundur í Keresis hafa staðið sig gríðarlega vel til að vekja máls á stöðu sjávarþorpa, stöðu Vestfjarða en ekki síst nýsköpunarfyrirtækja. Það er allar svona greiningar sem fylgir ekki neitt þessu frumvarpi. Eru fordæmi fyrir svona vinnubröðum í þinginu frá því að þú komst þarna inn? Ég ætla bara eiginlega að segja það, ég hef ekki séð svona vinnubröð eins og ég hef séð því að þessi ríkisstjórn síðustu mánuði og minnist ekki til þess að hafa upplifað þinglok með þessum hætti. Þetta er nú 9. þingloki mín fyrir sumarhlé og mér finnst eiginlega ótrúlegt að við höfum oft verið með stór mál rétt fyrir þinglok sem eru ókláruð og að mati margra ófullnægjandi. Þau þurftu marga tilraunir til að komast í gegn. Stundum var það mjög slæmt en þau stóðu nú í vegi fyrir því núverandi ríkisstjórnarflokkar til dæmis að útlendingamálin kæmust í gegnum þinglokasamninga sumar eftir sumar sko og þannig að ég myndi segja að við þekkjum það alveg að stór mál hafa frestast en þessi vinnubrögð bara að koma með rangar tölur í fyrstu umræðu ætla sér engan veginn að endurhugsa málið eða bara taka það tilbaka, málið er augljóslega vanbúið. Þau ætla að hækka veiðigjöld, gott og vel. Það eru mörg mál búin að klárast í þinginu undanfarna daga sem hafa bara fengið góða meðferð. Við erum sammála sumum, sölun á Íslandsbanka og öðrum ekki. En verður þingið inn á sumarið, fram yfir 1. júlí? Ef þau fara ekki að sjá að sér, þá er það líklegt. Sjá að sér, hvað þýðir það? Sjáu bara, þau eru nú þegar búin að viðurkenna tölur skattsins voru réttar til að mynda en það vantar og það eru komnar inn í meiri hluta álitið og skatturinn getur ekki haft réttar tölur af því að þú veist ekki endanlegt verð og afurðunum sem er að ræða, þú ert bara með einhverja áætlun. Þá erum við líka þú getur áætlað upp og niður. Sko, stóra máli fyrir mér sem áhorfandi er þetta. Ég átta mig á því að pólitíkin er með og móti. Ég er hérna bara íslensku þegn. Við erum að horfa á stjórnmálin. Við erum ekki þegnar, við erum borgarar. Og ég horfi hérna á fólk rífast hluti og svo bara ef maður gefur sér smá tíma til að sökka svona þá sér maður bara skynsemin í þessu sko og við áttum okkur alveg á því. Og hver er hún? Skynsemin er alltaf klárlega svo að það þurfa bara allir að taka það jafna þátt í samfélaginu saman hver þú ert sko og allar undanþágur og sérreglur eru ekki að vinna góða. Það er bara hreinlega ekki. Og þegar við horfum á
heilt yfir og nota bene, ég elskar sjávarútveginn. Þetta er okkar undirstöðu grein. Þetta gengur allt út á undanþágur og sérréttindi. Það stranduðin á ekki að borga stranduðin. Ég er sammála, það finnst mér vera mest í gallin við frumvarpið. Það eru allar þessar undanþágur. Þessar litlu útgerðirnar og meðalstóru útgerðirnar fara ekki á hausinn, þá þarf að undanskilja þær líka auðlindagjaldi. Þannig ég bara sammála. Allar undanþágurnar í þessu, það það sem ég hugsa bara, þetta bara vesen. Þetta verður bara til þess að menn fara að búa til einhverja lykkjur og finna enn einar hólur. Þetta þarf bara að vera nokkuð skýrt. Það ég sammála þér. En gjaldið fyrir að veiða fiskinn í sjónum förum í prósentur, sko. Af því að það er að kalla fram fullt af tölum og það er að búa til tölur og endanum þetta hlutfastlegt kostnaður af rekstri þíns fyrirtækis. Og þetta það sem við fáumst við öll sem erum að reka fyrirtæki í þessu blessaða landi. Þú ert að horfa á einhvers konar aðfangakostnað, þú ert að horfa á launakostnað, þú ert að horfa á rekstrakostnað, þú ert að horfa á alla þessar hluti. Er pláss fyrir þetta? Og ég held að ef við förum yfir efnahagsreikningana þá er pláss fyrir þetta. Hvort það séu mikið ekki, auðvitað vilja menn ekki borga mikið. Ég skil það mjög vel. En við verðum líka að horfa á það, við búum í samfélagi þar sem við erum með handónýttar samgöngur, við erum með biðlista út úr Schengen í heilbrigðiskerfinu og við erum með grunnskóla sem hanga á línni og þetta eru þessi 3 þættir sem við öll eigum kröfu á að sé í lagi. Það er eitt fyrirtæki fyrir austan, Skinnið Þinganes. Ef að þetta frumvarp hefði farið í gegnum síðustu áramót, þá hefði það fyrirtæki fengið 700 milljónir í sig í aukaskatt með það sem nú er og fyrirtækið hefur verið rekið með tap í ár þegar þau þurftu að taka lán fyrir skattinum. Já, ég veit ekkert hvernig Skinnið Þinganes er rekið, sko. Ég veit alveg fyrirtæki sem að ganga illa og ganga vel og það er ekki endilega lagaumhverfi sem ræður því, það er oft stjórnendurnir, sko, og ég veit ekkert hvernig því er háttað, þannig að ég get ekki tekið þetta. Ræl öflugir framsóknarmenn? Já, ég þarf bara að skoða efnahagsreikningin og sjá hvernig menn halda á rekstrinum, sko, því að þú getur verið hlið við hlið með sömu búðina og önnur er ekki illa og hinn er ekki vel. Það er allur gangur á því og hvernig menn greiða sér laun og hvernig menn koma fram við endurnýjun búnaðar og svo framvegis. Það eru 1000 leiðir í að flá göld. Aðalatriðið er bara þetta, að allar sérreglur eru af hinu slæma. Allt sem er ógagnsætt er af hinu slæma. Og þegar maður horfir bara heilt yfir á atvinnu greinarnar sem eru undirstöðu greinarnar okkar. Við erum að horfa á sjávarútveg, við erum að horfa á orkufyrirtæki, ferðaþjónusta. Það eru ákveðnar greinar sem að hlutfallslega út frá veltu er að skila minni til samfélagsins en aðrar. Það er bara opinber gögn. Og það eru 2 greinar sem standa þar upp úr. Það er orkugeirinn og það er sjávarútvegur. Og það bara blasir við. Og ég er ekkert að segja hver leiðin er að þetta sé endilega rétta leiðin. Við þurfum bara að horfa á það. Herðu, við erum öll í þessu samfélagi þetta. Við erum búandi við malbikaða vegi sem eru hræðilegri heldur en bara gerast á verstu stöðum. Þú ert að vísa í tryggingagjaldi sérstaklega. Já, ég var að vísa á það sem dæmi. Það er sérgjald sem liggur skakt á kerfinu. Það er verið algjörlega að tala með epli og appelsínur, sko, og það, svo umræða hjálpar ekki til í það sem Sigmar reyndi hér að byrja þáttina á, hvernig umræðan væri í fyrirsagnastíl og annað. Nei, hvað var ég að segja sem er rangt? Ég er ekki að segja það, ég er að segja hér er verið að tala epli og appelsínur. Þú tala hér tryggingagjaldið í öðru hverju orði og síðan veiðigjaldið og frumvarpið í heild sinni. Ég er að gagnrýna hér verklagið, vinnulagið og gögnin sem eru þar að baki. Það er verið að tala hér innviði og setja það í samhengi við það veiðigjöldin sem ég finnst bara alltaf svo populíst að ég á ekki orð. Peningar ríkisins verða að koma einhvers staðar frá. Þú ert búin að hafa orðið í 5 mínútur. Það er nú þannig að við verðum að hafa samkeppnishæfan sjávarútveg. Og þú getur alveg borið hér saman einhverjar tölum þá út frá gögnum, sko. Hvernig er okkar sjávarútvegur með aðra? Sjávarútvegurinn á Íslandi er í samkeppni við aðra sjávarútveg í heiminum. Við erum að selja hér fisk og við erum að borga honum, það er verið að borga honum veiðigjald og það er allir sammála það að það er að borga til samfélagsins, sumir og margir, hverjir að það er að borga eitthvað hærra, hvernig, fólk hlýtur að sjá að frumvarp eins og það liggur fyrir getur ekki verið lausnin með hversu vanbúið það er. Í öðru lagi þá erum við að búa hér til samkeppnishæft umhverfi sem skiptir öllu máli. Og til þess að geta fjárfest meira í innviðum, þá þurfum við öflugra atvinnulíf. Við þurfum fleiri fyrirtæki. Samkeppnishæfni er hugtak sem er ekkert notað í umræðunni í þinginu núna varðandi þessi sjávarútvegsmál. Það bara heyrist ekki. Nei, af því að þau forðast það eins og heitan eldinn. Við sjáum núna Ísland eftir síðustu ár hefur verið að hækka þegar við metum okkur saman í samkeppnishæfni við önnur lönd. Það er gríðarlega ánægjulegt. Við erum komin í 15. sæti og það er ekki síst af því að atvinnulífið
hefur verið að hagræða eins og Sigmar nefnir hér. Það hefur verið að finna því að skattar eru háir á Íslandi. Skattar eru háir og launagjöld eru gríðarlega há. Já, og þarna fáránlega dýrt. Já, og það það þriðja sem ég ætlaði að fá að koma inn á. Við eigum frekar að horfa á það hvernig við getum búið fyrirtækjum í þessu landi, þannig umhverfi að það sé ennþá samkeppnishæfara, að það sé ennþá auðveldara að vera með lítil og meðalstór fyrirtæki, að við getum lækkað þessi gjöld og skatta, að við stækkum kökuna og svo skerum við niður hið opinbera. Og þar hægt að taka miklu stærri skref og þessi ríkisstjórn byrjaði nú á því að ljúga þjóðinni að hún ætlaði að gera það og það hefur ekki sést neitt í þeim efnum. Nú er ég ekki í stjórn. Hagræðingar tillögurnar voru margar hverjar góðar. Sumar meiri snýrust lögum hinu opinbera en ég hef sjálf lagt til tillögur gervigreindar og sjálfvirknivæðingu á 30% af hinu opinbera sem og við getum bætt ofan á það fjölda starfa sem þurfi ekki að vera hjá ríkinu og hægt bara að hætta að gera margar hluti. Þannig að þarna eru gríðarleg tækifæri og við erum að ræða svona Ísland. Ísland höndum sjálfstæðisflokksins síðastliðin 18 ár meira að minna. Já, nú erum við að ræða framtíðina. Við erum stödd hér núna út af því. Já, og þú ætlar að vera áfram í fyrirsagnagleðinni og þessu. Ég ætla að horfa til framtíðar. Er þetta rangt hjá mér? Við höfum verið í fjármálaráðuneytinu, við höfum starfætt gríðarlega mikið, við höfum náð gríðarlegum árangri í rekstri hins opinbera og kostum að greiða niður. Við erum hér í þessari stöðu núna af því sem gerðist í fortíðinni. Já, og við höfum... Það voru sammála það? Já. Engin fyrirsögn í því. En okkur hefur þokast eitthvað fram á veginn. Að sjálfsögðu, við höfum nátt gríðarlegum árangri, fólk horfir hérna til Íslands, við höfum opinberir starfsmenn hafa fjölgað 32% á síðastliðnum 4 árum. 32%? Já, ég veit það, 32% aukning á opinberir starfsmennum, já. Og við erum að horfa hér upp á það að fjármála, við vorum að borga laun opinberra starfsmanna síðustu mánaða mútur 25 milljarðar með launundöldugjöldum. Það búið að engavæða fyrirtæki hérna frá aldamótum, töluvert, en við erum samt að fjölga opinberum starfsmönnum. Hvað eru þessi opinberum starfsmenn að gera? Við erum með mjög hátt hlutfall. Hvað eru þeir að gera sem? Við erum eina landið í vestrænum heimi þar sem að opinberir starfsmenn eru á hærri launum, meðallaunum heldur en hinn almenni vinnumarkaður. Og við erum hérna núna og I hate to bring it to you, en síðastliðin 18 ár búin að vera fjármálaráðuneytið hefur verið í höndum Sjálfstæðisflokksins. Og við tölum sjávarútvegsins sjávarútvegsins. Horfum bara á Íslandi, ég var að taka hérna stóra mynd á það. Við erum líka með samkeppnishæfni í Íslands í ferðaþjónustu sem er stærsta greinin á Íslandi. Og við erum með handónýta vegi og við getum varla hjúkrað ferðamönnum sem slasast. Það á að fara að hækka skattana á ferðaþjónustuna. Hvar er samkeppnishæfnin í þeirri grein? Það á að fara að hækka skattana á ferðaþjónustuna. Eitt rétt í lokin, af því að þú nú veit ekki að gera hana. Já. Það bara að koma hér upp hvert dæmi á þetta öðru, það sem er heilbrigðiseftirlitið og byggingafulltrúi, ég veit ekki hvað og hvað þessar stofnanir allar heita. Þær virðast telja það sitt æðsta og mesta markmið að þvælast fyrir því að fólk geti opnað fyrirtæki og rekið þau með mannsæmandi hætti. Hvað er í gangi? Já, þarna komum við að líka öðru máli sem að er eitt af stórum málum inn í atvinnufélaginu og ég vil óska þess að SA myndi taka þetta fyrir, bæði þessi mál sem við erum búin að nefna hérna núna. Að það er innleiðing hér á reglugerðum eins og óritskoðað. Og þetta leggst á lítil og meðalstór fyrirtæki hlutfallslega miklu hærra heldur en nokkur önnur fyrirtæki í landinu. Flokkun sorps, kostnaði við sorpflokkun er gríðarleg. Ég held að menn átti sig ekki alveg á því hvað menn voru að innleiða hérna. Án þess að vera endilega með enda niðurstöðuna á því hvernig ásíðan að gera, hvað á að gera við þetta flokkaða sorp. Þú veist, er raunverulega verið að vinna úr því eins og til er ætlast? Nei, það er ekki verið að því sko. Og en það er einhvern veginn bara búið að innleiða hérna alls konar reglugerðir. Ég held bara að heilbrigðiseftirlitið hafi bara ekki undan. Þó þessu öll að vilja gera þá hafi það bara ekki undan. Því þau vita stundum ekki hvað regluverki þau eru að vinna. Sko. Því það er bara búið að innleiða hluti hérna á þess að vera búin að kynna sér málin. Og það er eitt gallið við stjórnkerfið. Og það er bara, og þú getur nú kannski vita til það, hafandi verið innst í koppur í búri, að það er bara verið að innleiða hérna reglugerðir á hverju meinasta degi. Er þetta vandinn? Sem enginn hefur hugmynd hvað er. Á þess að hafa kynnt sér hvað áhrif það hefur síðan bara heilt yfir á atvinnulífinu. Það er algjörlega þannig að kerfið hefur ekki tekið nægilega tillit til þess hvaða áhrif að ýmsar reglur sem við meðal frá Evrópusambandinu hafa á atvinnulífið. Það eru líka allt mörg dæmi að við höfum gengið lengra heldur en þörf krefur og ég lét nú innleiða gervigreindar forrit til þess að greina alla gullhúðun hjá ríkinu svo að það var þetta létta ráðherrum verkið að finna hana og afnema hana. Og það hún meira flokkuð eftir því hversu íþyngjandi hún fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki eftir ELO skákerfi
kerfinu. En þetta eitt af vanda ríkisins, það auðvitað þungt regluverk og það kappsmál og ætti að vera kappsmáli okkar að einfalda það. En við búum hér í landi með bestu lífskjör í heimi og getum verið gríðarlega stolt af mjög mörgu af því að sem hendir nú hér fram að allt sem á vona völ sé okkur að kenna. Við búum hér í Ég sagði það ekki. Ég sagði bara að fjármálaráðuneytið er búin að vera við búum hér við frábæri lífskjör og mér finnst bara tækifærin fyrir Ísland vera svo mikil. En mér finnst þessi ríkisstjórn vera að ráðast á kerfi sem ganga vel. Hvort sem það lífeyrissjóðskerfið, tengja örorkubætur við launavísitölu eða sjávarútvegskerfi. Hvað það næst? Það ferðaþjónustan og aðrir skattar. Ég sé ekki að þessi ríkisstjórn sé með svona metna fyrir því að Ísland sé að ná árangri til lengri tíma varðar samkeppnishæfni og hvort sem það gagnvart gjöldum og sköttum sem Sigmar talar hér eða öðru. Ég veit að stjórnin varpar öndin léttar vitandi það vika í það að þú leggir andið á fót og hverfur á braut. Mér finnst ánægilegt að fá Sigmar hingað vegna þess að núna get ég kallað fulltrúa stjórnar meirihlutans til mín án þess að kalla þingmennina. Þeir vilja ekki koma hingað, en þú kemur bara hér í hvert tóttir á fætur öðrum. Ég þarf ekki að verja það. Ég sem bara leyfi mig það munað að hampa því sem vel gert, hvaðan sem það kemur. Og ég verð að viðurkenna, mér finnst bara tempóið núverandi stjórn hafa verið askuti gott. Þau hafa verið að tekið mörg mál, leystu Íslandsbankasöluna með miklum bravur. Þau kláruðu ýmis mál sem voru rödd í okkur, það alveg... Já, taka mig líka við, ég ekkert að tala það. En að taka við rekstrafélagi? Já, ég skráður í 2 stjórnmálaflokkum í Íslandi. Ég það slæmur, sko. Og það annars vegar Sjálfstæðisflokkurinn og það Framsóknarflokkurinn. Og þeir hafa bara ekki staðið sig. Það verður bara að tala íslensku, því miður. Og það þarf að taka til. Það þarf stundum að endurhugsa stokku upp og segja, herðu, þú veist, matseðlinn ekki að fljúga, við þurfum að breyta rétti á þessu matseðli, sko. Þakka þér líka fyrir komuna sem að hlaka til að kíkja til þín í mínigarinn og svo ætla ég að kíkja á þennan klúb þarna í New York City. Þú ekki já. Góða helgi. Takk fyrir komuna. Við ætlum hér eftir örskamastund að ræða við Sigurð Boga Sævarsson, kollega minn hér á Morgunblaðinu afskaplega áhugavert mál. Hann gekk allar götur Reykjavíkur eins og lögðu sig. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Og það eitt sem dálítið skemmtilegt þetta grill. Ég myndi segja að það væri þessi fjölbreytileiki. Maður getur grillað beint yfir hitanum, svona beingrillun, en svo líka eitthvað sem kallast barbecue og það eitthvað sem maður gerir við óbeinan hita, þar sem maður ver matinn fyrir hitanum. Og svo í þriðja lagi að það líka hægt að breyta þessu grilli í reykofn. Það bara kasta nokkrum viðarkuppum ofan á kolinn og umbreytist grillið í það sem kallast smoker. Og það alveg frábært. Ég get eiginlega ekki beðið eftir að borða. Þetta áttur að vera algjört æði. The Big Green Egg fæst í kassa í Skeifunni. Góð hljóðvist gríðarlega mikilvæg þegar kemur að veljan á vinnustað. Hjá A4 bjóðum við upp á fjölbreyttar og vandaðar lausnir fyrir hvaða rými sem Hafðu samband eða kíktu í heimsókn og kynntu þér hljóðvistar lausnirnar sem henta þínum vinnustað. Fyrir margt löngu síðan sagði frelsarinn sjálfur, Marta, Marta, þú mæðist í mörgum. Og það eru ummæli sem kom mér í hug þegar ég ræddi við kollega minn og vin Sigurð Boga Sævarsson hér á ritstjórn Morgunblaðsins daginn. Þá kom upp úr krafsinu að hann hefur síðustu ár staðið í stórræðum við það að ganga allar götur Reykjavíkur, segi ég og skrifa. Og hann kominn hérna til mig í dag, ég ætla að ræða við hann gatnamáli Reykjavík. Velkomin Sigurður. Takk fyrir. Það liggur beinast við að spurja að þessu tilefni. Hvernig datt þér þetta í hug? Ég heyrði einhvern tímann fólk sem hefði tekið sér þetta fyrir hendur eða fætur, ganga allar götur Reykjavíkur. Það var eitthvað í þessari hugmynd sem að greip mig. Hún lá í einhver misseri. Svo var það sennilega í byrjun árs 2022 að ég setti mig í samband við umhverfisvið borgarinnar og spurði eigið handa mér lista í Excel-formi yfir allar götur borgarinnar og þetta plagg fékk ég hæl og það var svo þann 22. mars þetta ár sem ég sagði með mér
sniðugt að bara fara út og ganga og haka svo alltaf við á þessum lista, síaði frá einhver bílastæði og einhverja spotta sem engu skipti og þær götur sem tilheyrir Kjalarnesi en svo lagði ég af stað og lagði bílnum held ég niður á Snorrabraut og labbaði upp Egilsgötun á Skólavörðuholtið og einhvern hring þarna á því holti nærri Hallgrímskirkju og eftir daginn var ég kannski komið með 10 götur og svo bætti ég við öðrum 5 kannski næsta dag og svona var maður að taka þetta sitt á hvað. Næstu misserinn stundum tók maður sér kannski hlé í einhverjar vikur og hafði engan áhuga á þessu og svo hélt maður áfram og áfram. Og svo var maður kannski búinn með kannski 100, 200 götur og áhuga maður að reikna, ég er komin með 20% og nú fjórðungur og svona hélt maður áfram. Þetta var líka útivist sem hentaði mér mjög vel. Yfirleitt nú götur borgarinnar frekar stuttar, sjástu fáar, 500 metrar eða eitthvað svoleiðis og þá maður var alltaf að sjá einhvern árangur af hverju einni götu sem maður búinn að taka. Og ef þetta hóflega stutt þá getur maður bara hætt þegar maður orðinn lúinn og farið svo aftur á morgun. Og þú hefur haldið Excel-skjal sem að ég hef fengið að glugga í. Það sem þú með dagsetningar á hverri einni og einustu þessara gata. Þú nefnir þegar ég búið með 100-200, ef ég hefði átt að giska út í bláinn, þegar ég hefði verið spurður hvað margar götur í Reykjavík, það hefði ég sagt, ætli það séu 200. Þær eru bara miklu, miklu fleiri. Hartnær 1000. Já. Hvað þetta margar götur sem þú hefur gengið? 986. 986 götur. Já. Og þetta klárar, þú byrjar þannig í mars 2022 og þetta eru rétt rúm 3 ár sem það tekur þig að afgreiða þetta. Já, að teknu tilliti þess að ég var af einhverjum ástæðum latur við þetta fyrra kannski 2024, ekkert af hverju það var, kannski áhugin var að dvína en maður var alltaf að potast við að taka ein og eina götu í viðbót og svo var það núna bara ekkert í febrúar og massa í þessum en mér best ég reyna að fara að klára þetta. Og þá var þetta nú svo þannig að kannski maður var búinn í vinnunni hérna kannski 4-5 á daginn og þá fór maður út og labbaði eina götu, 2 og með helgar og morgnar oft gott að fara út og bæta einhverju við og svo gekk þetta nú bara orðið greitt í lokin. Því að svona í byrjun þessa árs hef ég átt einhverjar 100-200 götur eftir. Ég tók góðan skurk núna frá því seinni part vetrar og kom svo í mark í Úlfarsárdalnum þann 11. júní. Hver var fyrsta gatan? Egilsgata. Það var Egilsgatan, þar sem góðu vinnur okkar býr á ritstjórninni. Síðasta gatan síðan? Úlfarsbraut. Já, upp í Úlfarsárdalnum. Það núna þínum heimahöfum. Já, í Grafarholtinu. En tókstu þetta skipulega, þurftu ekki að hreinsa upp tiltekin hverfi? Jú, stundum tók ég góðan skurk í hverju hverfi, oft þetta þannig að það sem ég bý hérna í Grafarholtinu, maður kannski fór eitthvað út á rúndin á kvöldin eins og ég geri hérna og þá kannski tók maður einhverjar 2 götur vestur í bæ og var kannski átt einhver erindi þar og svo leiðin kannski tilbaka og sagði með mér, já, herðu, ég á eftir að taka eitthvað upp í Breiðholti og þá bætti maður við kannski 2-3 götum þar. Svona kom þetta smátt og smátt og ég tók þetta algjörlega hipsum haps og random og svo framvegis og reyndi bara að blanda þessu mikið saman að svo miklu leyti sem ég var eitthvað að reyna. Þetta var bara svona eftir því hvernig vindáttin og sólarhæðin var hverju sinni og stemningin. Hefur svona einhverja mynd eða tilfinningu fyrir því hver lengsta gatan og svo stysta gatan? Stysta gatan ég man ekki eins og hvað hún heitir, þetta eru 2 einbýlishús og þetta í Fossvoginum rétt fyrir innan Borgarspítalan. Bara lítið botlangi? Já, 50 metrar. Sem ekki tekist að fjarlægja? Eitthvað svoleiðis. En sennilega lengstu leggirnir eru náttúrulega Miklabrautin frá
hringbrautin bara frá Ánanaustum og sem seinna heitir Miklabraut og nær alveg að allir ánum. Þetta tók ég í mörgum áfengum. Og vel að merkja, maður var það náttúrulega stoppaði og labbaði eitthvað ákveðið, 1-2 kilometra og svo tilbaka aftur, þannig að maður eiginlega tók götuna svolítið tvöfalda. Já. Eru einhverju eftirminnilegar uppákomur af þessum gönguferðum? Var eitthvað torkennilegt sem varð á veiðinum? Ég var einhvern tímann á verðin í gamla Vesturbænum og var þá skyndilega staddur inn í messu hjá rússnesku réttrúnaðarkirkjunni, þar sem að menn gengu með reykjelsi og herlegheit þarna á milli húsa. Það var dálítið óvenjulegt. Þetta var einhverja þarna gömlu skiptjóragötunum vestur í bæ. Svo hitti maður oft kannski krakka að leik eða skokkara eða menn á hjóli. Oft hitti maður iðnaðarmenn, málar eða smíðið eitthvað og oft á maður myndavélina og oft tók maður, jável smelti maður mynd af mönnum og maður gæti nota það í mokkan. Bara fyrst og fremst hafði maður hitti fullt af fólki og það nú kannski skemmtilega að ganga innan bæjar. Ég tók þetta að þetta var svo mikið ákvörðun hjá mér í að hafa þetta sósíal, hitta fólk, kynnast alls konar fólki og maður var alltaf að rekast á eitthvað. Ég verða að viðurkenna, kemur þá játningi hér að þegar þú sagði mér að þessu að þá skapaði það hugrenningatengsl við hérna frábæru Óskarsverðlauna mitt Forrest Gump, þar sem maðurinn fór allt í út að hlaupa og hljóp Bandaríkjans þverra undirlang og svo aftur tilbaka og ég veit ekki hvað og hvað. Fékkstu aldrei bakþanga? Staldraður aldrei við á miðri gangstétt og hugsaðir, nei, hvernig andskotan ég að gera hér? Nei, ég held alltaf áfram. Já, það engan bilbúið að vera. Nei. En, eins og maður segir, var ekki Forrest Gump, hann var ofta staddur inn í einhverjum ótrúlegum atriðum. Mér finnst maður alltaf, ef maður bara hugsa hlutina rétt, þá maður alltaf að sjá eitthvað svo óvænt og ótrúlegt. Og ef maður hugsa hlutina rétt, þá það myndefni og þá það frétt. Fólkið í landinu? Já. Áður en kannski við komum að fréttamálum að öðru leyti, þá liggur beinast við að spyrja á þessum tímapunkti, hvað tekur þér fyrir hendur næst þegar þessar 1000 götur tæplega eru að baki? Ég hef bara ekki hugleitað. Þetta náttúrulega ég nú bara kannski verið eitthvað á ferðinu landið á næstunni og fara eitthvað að hitta fólk og taka myndir eða eitthvað slíkt, en ég veit ekkert hvort það verður eitthvað þessu líkt. Þetta þá kannski í hug hvort ég ætti að taka göturnar í mínum gamla heimabæjust á Selfossi, en það verður kannski næsta mál á dagskrá. Þeim fer nú aldeilis fjölgandi þar í uppbyggingunni. Heldur betur, mér finnst ég vera svo mikið búin að tapa tengslum við þann bæ, það sem ég flutti fyrir 30 árum, að kannski það bara verðugt að fara að labba þar næst. Strunns á göturnar og taka fólk tali. Já. Þú ert búin að vera lengi í blaðamennsku og skrifað lengi, meðal annars hér í Morgunblaðið og verið drjúgur liðsauki í fréttaöflun og fréttaskrifun hér á þessu vettvangi. Já. Hver þín nálgun í þessu? Spyr ég fyrir það sem ekki vita. Ég tel mig vita það því ég fylgist með þínu störfum á degi hverjum. Hvað það sem drífur þig áfram á þessu sviði? Ég hef gaman að fólki, mér finnst gaman að heyra einhverjar sögur og einhvern veginn hefur nú alltaf fylgt mér einhver áhugi á því að fylgjast með öllu sem að gerast út á landi. Mér finnst gaman að vita og sé einhverja rómantík í því þegar ég sé bát sigla inn fjörð. Mér langar að vita hvað þeim kallarnir hafa fiskað þann daginn. Ef ég kemur út í sveit, mér finnst gaman að sjá heyskapinn. Mér finnst gaman að, jafnvel bara að stoppa á förnum vegi og hugsa, eða sé flutningabílana, þetta sé hluti af einhverju svona hringrás samfélagsins. Og bak við það eru sögur af fólki, sögur af landi. Þetta einhvern veginn svona, eitthvað stef sem heillar mig. Sjá eitthvað verða til, sjá mannlífið einhvern veginn spretta fram og vita á bakvið þetta allt saman eru sögur og ævintýri og fólk sem á sínar vonir og væntingar og sorgir og sigra. Man eftir því að mér langaði að vita eitthvað
flutning og ég fór með flutningabílstjóra vestur á Ísafjörð og skrifaði sögu hans þar sem hann keyrði fraktina að kvöldi og fór svo suður með sjávarafurðirnar næsta morgun. Ég fór einhvern tíma ég farið svo margt svona, minnst þetta alltaf gaman að bara sjá lífið í landinu. Eru fréttir við hvert fótmál? Þar sem er fólk, þar eru fréttir. Svo bara spurningum, bara hugarfáum maður hvernig maður, hvort maður er opinn fyrir því. Stundum er maður alveg daufur sko, en þetta er kannski bara svolítið að hugsa hlutina rétt og skálda í skörðin þegar þar á við. Hver er eftirminnilegasti maður sem hefur orðið á veiðinu? Ég veit það ekki. Það er kannski ekki endilega mennirnir sem slíkir, en það er bara fullt af áhugaverðu fólki sem að maður hefur hitt og stundum gerast hlutinni svo óvænt og ég er alltaf með myndavélina í hliðartöskunni og skrifblokkina og svo er bara stökk á þetta. Ég man þetta er kannski eftirminnilegt, ég get kannski sagt að var ég með íslenskum hópi út í París og leiðsögumaðurinn fyrir að segja okkur svona frá því svona næsta nágrenni og hverjir séu þar og hér við líf og störf. Ég lagði saman 2 og 2 og hún sagði Erró væri þarna með vinnustofu í næstu götu og fyrir einhverja gráglettni þá átti ég símanúmerið á Erró og ég hringdi og snillingurinn kom í síman og ég kynnti mig og hann sagði kontakti kortir sem ég gerði og það var alveg ógleymanlegt að heimsækja þennan mikla snillinga á hans heimavelli í París. Í París. Það var, minnir mig, bara myndarlegt viðtal sem við settum hér á einhverja framsíðu eða framalega í blaðinu. Þetta er bara eitt af svo mörgum dæmum. Ég man líka eftir því, ég var mikið leið hér á Mogganum og kannski enna. Verið ekkert hérna á ferðinni á leiðinni norður í landa. Stoppaði í Staðarskála. Þar situr bara maður og ég bara sagði, betur hvað í óskupunum er að gerast? Þetta var Brynjólfur Sigurðsson, viðskiptaprófessor við Háskóla Íslands, lengi framkvæmdastjóri happdrætti Háskólans, og alveg ákaflega líkur Joshua Bush, fyrrverandi forseta Bandaríkjanna. Og maðurinn er að labba út og ég bara svífa á hann og segi bara hvort að ég sé að sjá af sjónir. Og prófessorinn hafði nú bara lúmskaman að þessu. Hvernig ávarpar hann? Excuse me, Mr. President? Nei, ég sagði, bara kynnti mig með nafni og sagði hvort það væri smuga ég mætti mynda Joseph Bush, fyrrverandi forseta Bandaríkjanna, sem væri á ferðum landið. Kallinn hafði mér svolítið gaman að þessu. Hann var til í þetta. Já, og þú kannski, já, það bara spratt fram saga af því að hugarfarið var rétt. Af því að maður var innstillt að ná augnablikkinu. Talandi augnablikk, þú breyttir forsetaferli Guðna T. Jóhannessonar vinnar okkar þegar þú smeltir mynd á honum með buff á höfðinu. Já. Ef að þessi mynd hefði ekki birt, þá hefði það ekki orðið svona eina tákmyndum hans forsetaferils. Sumir hafa nú sagt táknmyndin með ákveðnu greini. Það var nú bara, held ég á fyrstu mánuðum Guðna, að það var verið að afhjúpa það á Bessastaðanesinu minnismerki á svokalluðum skans, þar sem að var virki sem sett var upp snemma á 19. öldinni, nei, miklu fyrirgefðu. Þetta var eitthvað í tengslum við Tyrkjaránið, sem var 1627. Og þar var þessi svokallaði skans og sögulegum fróðleiksskildi haldið til haga. Þarna var settu skilti og þarna mætti forsetinn koma manni á fjórhjóli. Og ég tók mynd af honum og áttaði mér nú svo smygt á því að stóra málið í þessu var
buffið, svo hafði aðri fjölmiðlar samband við mig og þegar myndin var komið hér inn á MBL og vildi fá birtana sínum miðli sem var sjálfsagt. Þar fór af stað ykkur skriða og eftir þetta var gjarnan talað forsetann með buffið sem að sá hins að mér sagði mér að í forstofunni heima á Bessastöðum hefði verið stór poki sem að Guðni, þar sem að fórum landið, að setja hann út buffin sem hún voru gefin að þetta var orðið einhverju tugir af slíkum sko. Svona bara stökk á hlutina og þá verður eitthvað til. Forsetar með buffi eða Joseph Bush í Staðarskála eða Erró í París. Þetta eru bara einhverjar óvæntar sögur. Þetta bara spurning að fanga augnablikið, stemninguna og búa til söguna. Það verður fróðlegt að fylgjast með þér og þínum ævintýrum á komandi mánuðum og misserum, Sigurður. Fólk gerir það að hluta til auðvitað í Morgunblaðinu en líka á Facebook. Ég get ímyndið mér að Kjalnesingar muni hafa samband við þig þegar líður á þennan ágæta föstudaginn og spurji þig hvernig og hvað það er fyrirstilla og hefur skilið eftir götuna þar. Þú voru að bæta úr því held ég. Gengur bara betur næst. Það gengur betur næst. Okay. Takk fyrir komuna, Sigurður. Takk. Þá fellum við þetta létta hjal og förum í munn þyngra hjal. Málefni Ísraels og Teheran, Íran og alls þess sem þar að gerast eru mjög ofarlega baugi í heimspressunni og ég hef fengið hingað til mín einn helsta sérfræðing Íslands í utanríkis- og varnarmálum, öryggismálum. Það er Albert Jónsson, fyrrverandi sendiherra. Við ætlum að fara yfir stöðuna hér eftir örskamma stund. Landsins mesta úrval af Hoka hlaupaskóm. Upplifðu hámarksstempun og þægindi. Sportís, Skeifunni 11. Ristnan á leiðinni niður. Gott eða slæmt. Cardio, einfaldari útgjöld. Þú færð Boss bílavarahluti í Kemi Tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss. Komdu og reynslaktu glænýjum Toyota Land Cruiser 250 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra. Komið þið sæl að nýju. Það var ánægilegt að ræðum götur Reykjavíkur við Sigurð Boga Sævarsson. Það er misjant sem mennirnir hafast að. Og það má með sanni segja alþjóðamálin þessa dagana. Við vöknum upp við vondar fréttir, leyfi ég mér að segja, þegar við fréttum að því að Ísraelar hefðu gert áhlaup á Íran með miklum og skefjalausum loftarásum á kjarnorku innviði þess ríkis. Og það er alltaf heiljar þröm á milli ríkjanna, þau skiptast á eldflaugum og öðru slíku, hættulegustu vopnum sem veröldin þekkir fyrir utan kjarnorkuvopninu auðvitað. Hingað er komin Albert Jónsson, fyrir sendiherra, hann er sérfræðingur í öryggis- og varnarmálum og hernaðarmálum, leyfi ég mér að segja, og ætlum að fara aðeins yfir það hvernig þetta er að teiknast upp og hvaða þýðingu þetta hefur fyrir umheiminn í heild. Blessaður Albert. Blessaður. Ég leyfi mér að segja að þetta hefur verið slæma fréttir, það er alltaf slæma fréttir þegar það skerst í brýnu milli þjóða. Það hefur lengi legið fyrir að þessar þjóðir hatast og hefur ekki lengi legið fyrir líka að Ísraelar myndu einn daginn láta til skara skriða gagnvart klerkaveldinu? Jú, þetta á nú langar að dranda sko og eins og leita margir hlutir á þessum heimsluta, þetta er svo löng saga, en þessi saga sem við erum að horfa á núna, hún á töluverðan að dranda. Ísraelsmenn vildu gera þetta fyrir allmörgum árum, en Bandaríkjastjórn þáverandi, Obama-stjórnin, taldi þá ofan af því. En nú hafa þeir sætlagi og margir telja að þetta sé erfitt verkefni að stöðva kjarnorkuáætlun Írana af ýmsum bara herfræðilegum og tæknilegum ástæðum og þú horft til þess að Bandaríkjaforseti er að hugsa málið hvort að hann ætlar að skerast í leikinn. Bandaríkjamenn eiga mjög öflug vopn, öflugar sprengjur sem að væri hægt að nota til að komast þarna niður í jörðina, sérstaklega einum stað þar sem að Íranar geyma mikið af efni og tækjabúnaði sem tengjast þessari kjarnorkuáætlun. En síðan eru þetta aðrir sem að segja að þetta sé ástæðulaust og þar á meðal upplýsingastofnanir og leyniþjónustur í Bandaríkjunum sem segja að það er enn engin merki að þótt
Íranar séu að auka úran og jável hafi farið eitthvað fram úr leyfilegu mörkum eins og núna eru grunnsendur að þá séu engin merki ennum að þeir séu að búa til kjarnorkuvopn sem dálítið annað heldur en að búa til kjarnorkusprengju. Áður við förum vonið svona tæknilega umræðum þessi mál, þá langar mig til að spyrja þig spurningar sem að ég brenna á mig morgun. Þetta upphafið að víðtækar átökum geta þessar skærur milli þessara ríkja sem eru mjög alvarlegar að leiða til fjöldaflótta út úr Teheran, þessari stóru og miklu borg, risaborg. Hætt á að þetta breiðist út til Pakistan, Indlands eða annarra ríkja þarna í kring? Nei, ég held að það sé ekki mikil hætt á því. Ég heilt á fólki sem óttast þetta sem bara búið miklu stærri tíðindi, vera stórkostleg átök í veröldinni. En þarna vantar alveg líkil forsendi í því efni, þetta ekki stórvelda átök. Heimsstyrjaldir, við byrjum frá þar að þær kallaðu þetta á andstæðar fylkingar, stórvelda sem hverfast andstæða hagsmuni, andstæða hugmyndafræði. Þetta ekki til staðar. Og þá eru áhyggjur af því að þessi átök kunna leiða til útbreiðslu eða stigmögnunar í Mið-Austurlöndum, sem nú eldfimt svæði að mörgu leyti. Og það líklega ekki heldur ástæða til að óttast það í merkingunni átök milli ríkja í þessum heimshluta vegna þess einfaldlega að Ísraelsmenn hafa mikla yfirburði. Þeir eru búnir að veikja Íran mjög mikið, þeir eru búnir að slökkva á Hezbollah, hryðjuverkasamtökunum í Líbanon. Þeir eru búnir að slökkva á forystu Hamas, þó að eins og allir vita að fréttum að harðvítu átök eiga sér stað í Gaza og hræðileg. Og átökin að svo komnu milli Írana og Ísraels þau staðfesta þessa hernaðarlegu yfirburði Ísraels. Þeir eru mjög miklir. Ísrael er 10 miljón manns og þá telja alla, líka 2 miljónir araba sem eru ísraelskir ríkisborgarar og ég meina bara Íranar eru 90 miljónir. En að mörgum ástæðum, langsaga, eins og flest allt í þessum heimshluta að þá eru hernaðarlegir yfirburðir Ísraels mjög miklir og Íranar eiga meðans vegna árangurs Ísraelsmanna í Líbanon og á Gaza og öðru leyti eiga engin hús að venda. Þeir eiga enga vini eða bandamenn lengur þarna í næsta nágranni vissu vegna þess að meðal annars og ekki síst að Ísrael hefur þessa sterku stöðu. Það eru 1500 kilometrar milli Tel Aviv og Teheran. Hvernig getur þessi 10 milljóna þjóð eins og þú nefnir stýrt lofthelgi yfir höfuðborg Írans, Teheran, úr allir þessari fjarlægð? Hvernig fara menna þessu? Já, í nástæðinu svo bara íranski flugherinn mjög gamall og lasinn og mörguleiti bara úr sér genginn og síðan búa auðvitað Ísraelsmenn að mjög nánum samskiptum við Bandaríkin og upplýsingaöflun þeirra og svo hafa Ísraelsmenn auðvitað áratuga sögu að baki að þróa sinn her. Þeir eru með öfluga hergagna framleiðslu sjálfur. Þetta er náttúrulega hátækni í þjóðfélagi og þróað samfélag Ísrael og þannig að en fyrst og fremst eru það veikleikar Írana sem að gera þeim þetta kleift. Einhverjir hafa velt vöngum yfir því hvort að og þú nefnir upplýsingasöfnun. Ísraelarnir náð þessari stjórn á aðstæðum að því að þeir búi yfir upplýsingum bæði staðsetningu manna innan Íran, staðsetningu húsnæðis og eru með menn inn í Íran. Inn í kerfinu öllu. Mjög marga. Það verið búin að byggja upp drónaversmiðu inn í Íran. Miðað við þá upplýsinga, þá þekkingu sem þeir búi yfir. Ekki ástæða til að taka trúanlegar þær fullyrðingar þeirra að Íranir séu komnir eins og þeir segja upp á ensku no turning back stöðu varðandi framleiðslu kjarnavopna. Þeir að bregðast við á fölskum forsendum eða búa þeir einfaldlega yfir upplýsingum sem að aðrir búa ekki? Þeir hafa nú ekki láti tenina nýjar upplýsingar í aðdraganda þessara átaka en það bara almennt lítið svo á að Íranar hafi hert á það sem kallar auðgun úrans. Það þarf reyndar að ná mjög langt svo það sé hægt að fara að breyta því í vopn og það ekki nóg að eiga nóg að aukuðu úrani, það er líka það sem kallar einsku weaponize, það er að búa til vopnin sjálf, það þarf
það þarf margt að svo ensku, það svona, það þarf gikk, sko, til að búa til kjarnorkubombu og þetta þarf alltaf að virka og menn bara geta farið aftur í söguna þegar Bandaríkin voru að búa til fyrstu kjarnorkubombuna, það var bara heil mikið mál. Þannig að og eins og ég nefndi áðan að upplýsinga og leyniþjónusta Bandaríkjanna enn og þeirri skoðun að Írana, það sé ekki sem bendir Írana sé á þessu stigi. En þá vaknar þetta spurninga hvað okkur treysta Ísraelsmenn því ekki og margar kenningar að baki tilgátur af hverju þeir fara í þetta mál núna. En eins og ég nefndi líka áðan að þeir vildu fara í þetta fyrir einhverjum árum. Þeim reynist það auðvitað léttara núna út af því hvernig þeir hafa veikt þessa undirsáta í Hamas og Hezbollah. Það ein ástæða, það náttúrulega að sjá tækifæri, sæta lagi þegar andstæðingarnir eru veikir fyrir, ekki bara lepparnir, heldur líka höfuðpaurin sjálfur, Íran. Og þannig að það ein ástæða sem nefnd. Síðan bent á líka að það engin ágreiningur það að Íranar eru að auka úran og núna nýlega hefur Alþjóða kjarnorkumálastofnunin sett formlega fram ekki kæru en við höfum alvarlega grunnsemdir fyrsta sinn í 20 ár, það gerðist 2005 þá voru Íranar staðnir að því að svindla. Þannig að þegar Ísraelsmenn, þetta kenningin Ísraelsmenn horfa á þetta, Íranarnir komið þetta langt. Ætlum við að bíða, kannski höfum við rangt fyrir okkur, en ætlum við að bíða og komast að því þegar það er seint að við höfum rétt fyrir okkur. Þetta svona lógik, sko. Og þarna kemur auðvitað skylda ríkisvalds, sko, til að verja ríkið og þegnana og kjarnavopn eru óhugnarleg og stórvirk og allt það. Þannig að þetta ástæð sem við enda. Svo annað líka. Og þetta óvissa þarna og þarna Bandaríkjamenn og Ísraelsmenn að túlka með ólíkum hætti greinilega samskonar upplýsingasafn. En það annað sem kemur til 7. október 2023 þegar Hamas réðist inn í Ísrael var gífurlegt áfall og þar sko ísraelskar leyniþjónustu og upplýsingaþjónustu klúðruðu því máli, gjörsamlega. Og hinn pólitíska forysta líka var ofupptekin af Vesturbakkanum og þannig að það ekki sama trú, segir þessi kenning í Ísrael og var á fælingamættinum. Við bara enn og aftur, sko, 1200 fjallu, 7. október, 200 gíslar. Þetta myndi jafngilda því að 11. september 2001 hefðu svona 40-50.000 bandaríkjamenn fallið. Þetta eru stóra tölur. Það bara jafn mikið mannfall og hefur orðið á Gazasvæðinu síðan. Já, og menn sjá ofsjónum yfir þetta áfallið. Þannig að þeir eru, þetta sko, þeir hafi ekki sömu trú á sjálfum sér, segja má, og vilja ekki taka þar að leiðandi ekki sama sjens og áður. Síðan fleira talið til sem skýrir af hverju þeir fara núna, fyrir utan augljósa sem veikleiki Írana, sæta lagi, og það innanlandspolitíkin í Ísrael. Hún mjög flókin og snúin og það ég ekki að tengja hana við þessa tilteknu ákvarðanir núna, en það nokkurn veginn samstæðan það að flestar stórar ákvarðanir í utanríkismálum og öryggismálum í Ísraels eigi með einhverjum hætti snertingu við þessa innanlandspolitísku stöðu. Hún mjög snúin og þetta eftir hvernig talir svo 13 upp í 15-16 flokkar. Ísrael. Og það gríðarlegt smáflokkakerfi inn í Knesset. Já, sko, það þarf ekki nema 3,25% til að komast inn á þing í Ísrael. Þannig að þannig mikið flóra af flokkum og ríkisstjórn Netanyahu sem styðst við flokka sem eru kallaðir í fjölmiðlum öfgaflokkar, ég meina strangtrúa flokkar og flokkar sem mjög harðir á því að gefa ekkert eftir og að minnsti vafi þegar kemur að öryggi Ísraels, það sé óásættanlegt. Og þeir hafa ástæðu til að ég meina Khamenei og þessi menn þeir lýsa því yfir í viku hverri að þeir vilji dauða yfir Ísrael, þeir vilja að Ísrael sé eitt af yfirborði jarðar og hafa menn ekki ástæðu til að taka það alvarlega. Jú, en það er greinilegt að í ísraelskri pólitík það ekki allir sem taka þetta svona alvarlega og það er mismunandi möguleikar í því en það breytir því ekki að ríkisstjórnin, það eru 6 flokkar í henni og hún styðst við þá sem hafa þá mestar áhyggjur og
svo bætist við að Netanyahu hefur verið í persónulega erfiðum málum, saksóttur mútuþægni og fleira, staðið í 3-4 ár, saksóknir, málaferlin. Þannig að þetta er flókið og flesti forsættar hefur nú röklast frá það ekki eftir 7. október. Jú, það var búist við að myndi gera það, já. Hann sakaður að hafa einbeitt sér allt og mikið af Vesturbakkanum, Palestínumönnunum og ekki hort í áttina að Gaza. Þannig að ástæðan með öðrum orðum fyrir því að þið fara núna, þær eru margslungnar og eins og ég segi, ýmsar kenningar upp það, en náttúrulega má ekki gleyma því sem ég nefndi að sko kjarnavopn eru náttúrulega ekki venjuleg vopn. Það er algjörlega eðlismunur á þeim og öðrum vopnum. Ísraelar búa yfir kjarnorku? Já, það er talið alveg örugt, alveg frá 1967 hafið þeir átt kjarnavopn og þannig að þeir eru eins og ekki aðilar að svokallaðum NPT-samningi sem Íranar eru og þannig að Ísraelsmenn hafa engar skuldbindingar en þetta er ekki aðalatriði. Þannig að þetta eru mörg atriði og eins og ég segi, hver er skylda ríkisvaldsins, ef þú setur því í spor þeirra sem ber ábyrgð á örygginu, þá er þetta svona áhættu samt fyrirbæri og kjarnavopn fyrirgefa ekki sko mistök, það er það sem náttúrulega menn horfa á, en það eru líka fleiri ástæður svo ég bara ítreki það. Hafa þeir ástæðu til að ætla að Íranir myndu beita kjarnorkusprengju gegn þeim ef þeir byggja yfir henni? Hefðu einhver af þessum eldflögum sem núna hefur ringt yfir Ísrael, hefðu þær innihaldið kjarnorkusprengju ef þeir ættu hana? Þetta er náttúrulega mjög góð spurning, sko, það er náttúrulega margum myndi segja nei. Kjarnavopn hafa einmitt þau áhrif að gera menn alveg sérstaklega varkára, menn benda á Pakistan og Indland til dæmis. Nýlega er tiltölulega hættuleg krísa í þeirra samskiptum. En það er ekki eins brjálaðir menn sem að stýra... Nei, það er alltaf... Khamenei er brjálaður maður. Já, ok, en allavega hugmyndafræðin er mjög róttæk og yfirlýsingar þeirra Ísrael og í garð Ísraels og gyðinga fara ekki milli mála og eru ítrekkaðar og herskáar mjög. Það eru í garð Bandaríkjanna og Evrópu og okkar líka, þeir hatt okkur. Já, en þetta gerða mikla stúdíu. Ég hef skrifað þetta sjálfur, hvernig sko kjarnavopn höfðu áhrif á samskipti Sovétríkjanna og Bandaríkjanna í stöðuleika átt. Kælingar. Já, búa til stöðuleika í krísum, þannig að þetta er eins og marga hluti, það eru tvær hliðar á þeim, þó maður haldi það ekki kannski. En það breytir ekki því að þegar kjarnavopnin eru annars vegar, eins og ég segi, þá er lítil tilhneiging til að taka séns. Trump blandar sér auðvitað inn í þetta mál, menn hafa svona, séð hvernig Ísraelar hafa farið á undan, svo hafa Bandaríkjamenn komið eftir, en Trump tekur þetta greinlega alvarlega, hann flýtir sér heim á G7-fundinum í Kanada, hann beinir USS Nimitz flugvélamóðskip þegar að Ford að komin í Miðjarðarhafið. Þetta eru risaflotar. Hvað gerist næst í þessu? Munu hafa Bandaríkjamenn ekki, er það ekki bara ofreistandi fyrir þá að taka út þessa djúpu bönkara með þessum bönkarsprengjum? Jú, sko vanandi flugvélamóðskipin og sko mér ekki gleyma því að Bandaríkjamenn eru með 40.000 manns Bandaríkjaher í Miðausturlandi pluss bandarísk fyrirtæki og þúsundir bandarískar ríkisborgara, þannig að landvarnaráðherra Bandaríkjanna sagði fyrir dag, við erum bara að tryggja öryggi okkar fólks ef eitthvað kemur upp á, það er bara okkar skylda. En sko núna beðið eftir því og Trump kyndir undir því að hann sé að hugsa máli og velta fyrir sig þessu og hann sé ekki búin að ákvæða sig, hann einn muni ákvæða þetta og allt þetta, allar þessar yfirlýsingar sem komið núna í 3-4 sólarhringa og ég get spáð eins og hver annar og ég myndi ekki spá, ég myndi segja hann langar til að beita þessu vopni sem þú nefndir á hann. Það er mjög öflugt vopn. Það er 15 tonna sprengja í stálhylki sem kæmi úr mikilli hæð frá B2 sprengjuþotum sem hafa komið við hér og hafa þann kost fram yfir aðrar stóra sprengjuþotu Bandaríkjanna að það geta komist fram hjá ratsjám, það þannig að komast alveg að skotmarkinu til að varpa sprengjunni beint niður eða svo má orða og hún fer eins og bara eins og nagli eða meitill onni í jörðina alveg 50-60 metra
og springur þar og þegar sprengju springa á yfirborðið þá fyrir megnið mikið af kraftið þeirra fer bara út í loftið til hliðar og upp en þannig náttúrulega verið að tryggja það að sprengju krafturinn fari á skotmarkið á mannvirkið sem við að reyna að granda. Þannig að þetta öflugt vopn, það myndi ábyggja þurfa fleiri en eina sprengju en það eru til fleiri en ein og hins vegar Trump sá sem að sko, hann með þetta MAGA fólk á baka sig, Make America Great Again og eitt af því sem hann lofaði þeim og hann svona frekar í þeim stellingum að reyna efnakosningalofvörð eins og mörgir hafa orðið varið við og mislíkar þegar í sumum tilvikum að ég ætla ekki að draga Bandaríkin inn í stríð. Það búið að gera allt og mikið af því. Í Bandaríkin búin eða $trilljónum í Írak og Afganistan og Víetnam og Kóreu og J.D. Vance varaforseti nýlega búin að tala idiotíska utanríkisstefnu Bandaríkjanna til margra ára. Þannig að hann væri að bregðast þessu fólki og ganga bak orða sína. Hann tala mjög skýrt þetta, meiri sem bara í innsetningaræðinu í janúar. En hann að draga þá inn í stríði með því að varpa þessum sprengjum? Getur hann ekki bara flogið þeim yfir, láta þær falla, klára þessi kjarnorku mannverki og láta þessi flokkar? Já, baka mína tilgátt á hann ég held að þetta sé eitthvað sem hann hugsanlega vonar að gæti gerst. Þetta gerir því svona einfalt. En leið þú gerir þetta að þá fá Íranar ákveð valdi fyrir atburðarásinni sem þeir hafi ekki núna. Og hvað snýst það? Jú, það er að bregðast við. Og það eru bandarískar herstöðar? Já, bandarískir ríkisborgarar, bandarískar herstöðar, það eru Hormúzsund, bara búið til 8 meðal skipafélaga sko. Það fer engin olía í gegnum Hormúzsund, 20% af olíu heimsins fari í gegnum Hormúzsund og þeir stýra því flóan. Já, þeir gætu búið til óvissu og þá flutninga sem myndu stöðva þá. Þannig að þeir eiga svona möguleika en svo aðeins sem segja að þeir myndi ekki gera þetta þeir eru í svo veikri stöðu Íranarnir, þannig að þeir myndu segja já við munum náttúrulega koma frá grimmilegum hefndum eða það mun taka tíma og eitthvað svona þannig að það er möguleikar í þessu en fyrir Trump sko þá annars verður þessi freisting hann hefur þessi öflugu græjur og möguleika á að bara binda enda, hann ætla að segja ég mun ætla að binda enda á kjarnorkuáætlun Írana, nú er það orðið markmiðið og en á móti kemur að hann lofaði þessu í kosningabaráttunni og einmitt af því að Íranarnir, ef þeir myndu bregðast við, ekki bara þeir getur fengið hryðjuverkasamtök fyrir sig til þess að gera árásir á Bandaríkjamenn í Miðausturlöndum. Hvað þá að gera? Þá er að byrja atburðarás sem leiðir þess að Bandaríkjaher dregst inn í hana, ekki sant? Og þá er svo atburðarás hafinn sem að Trump sagði, ég mun ekki leið okkur út í enn eitt slíkt ævintýri. Þannig að þetta tókast á og það heimildir herma að innan ekki bara sko í flokknum og í fjölmiðlum sem hafa verið hlindir Trump séu miklar efasemdir og ótti við þetta heldur beinlínis inn í stjórnkerfinu séu deilur þetta og sumir í Pentagon vilji keyra á þetta og gera þessa árás og nota þetta vopn. Aðrir varir við og segja við komum ekki nálægt þessu, við komum aldrei í fótspor fyrirrennarana og komum okkur í never ending wars eins og sagt er. Eins og Bush lendi. Já, Bush og já. Þannig að þetta eru sjónarmiðin sem tókast á. Það er vonlaust að skera úr það fyrir mig, hvorum við hryggjar þetta lendir en þetta eru forsendurnar og þetta er áhættan sem að forsetin tæki, sem að Bandaríkin tæki og úr vandar á það. Það hefur verið eftir því tekið að Ísraelarnir hafa tekið út hvern leiðtogann innan Íran á fætur öðrum hershöfðingja þeir endast núna að jafna því 3 daga það er sama saga og var með Hamas-samtökin þeir virðast hafa vilja að taka Khamenei út og þeir séu hafa geta það en að Bandaríkjamenn hafi í raun komið í veg fyrir það en svo kemur Trump með þessa sérstöku yfirlýsingu og segir við vitum hvað hann er einfalt skotmark og ætlum ekki að drepa hann ekki að sinni Er þetta ekki fordæmarlaust að forseti Bandaríkjanna tali svonum þjóðarleiðtoga að þessu kaliberi eins og Khamenei? Ég vissi að þetta er fordæmarlaust hvað var það bandaríska þjóðarleiðtoga. Ég skal ekki fullyrða þjóðarleiðtoga annarra ríkja en þetta er mjög sérstök yfirlýsing. Það er vægt til orða tekið og
margur myndi nú segja slæmt fordæmi líka og ef ég má þetta þá er náttúrulega aðrir að segja þá hlýt ég að mig að þetta. Þannig að ég var mjög hissa þegar hann sagði þetta Bandaríkjaforseti og þetta er ekki klókt. Ég held að þetta er alls ekki klókt og hann þarf ekki að gera þetta, hann þarf ekki að segja þetta. Ísraelsmenn eins og þú nefnir, þeir eru á hverju strái inn í Íran og þá kemur við eitt þáttur sem skiptir miklu máli. Það er mjög margir Ísraelsmenn frá Íran og tala farsi og persneska foreldra og allt þetta og þeir bara fara þarna eins og hver annar í Írani og eru bara þekkjast ekki og Nei, ég meina að það er ekki áhættulaust fyrir menn að vera inn í Íran eða frá Ísrael en það hugur ekki til þess en svona er þetta gert og þess vegna komast þeir að bílum manna og setja sprengjur í það og ráða fólk að dögum inn í Íran, háttsetta menn og hafa gert það áður af því að þeir hafa þetta fram yfir leyniþjónustur og tilræðismenn annarra ríkja að þeir eru frá Íran. Þeir samlagast vel. Já. Þetta hlýtur að valda glundróða í íranska byltingaverðinum og hjá hernaryfirvöldum að þeim skuli reynast þetta svo létt verk að salla þessa menn niður? Já, sjálfsögðu og svo náttúrulega er þetta fjara náttúrulega enn frekar undan stjórnmaldinu í Íran. Þetta er náttúrulega auðmýking og augljóst að stjórnmaldið er svona á mörkum hvort þið geta bara varið ríkið eða almenning yfir höfuð en þá náttúrulega kemur líka á móti að menn sem vita meir Íran en ég segi almenningur hati klerkastjórnina. Og þá kemur margir að segja það er greinlegt af árásum Ísraelsmenn að þær eru þróast þannig að þetta er ekki bara kjarnorkuinnviðirnir heldur eigi að losna við stjórnvaldið í Íran kann að vera ég er svona efasemdur það að Ísraelsmenn séu svo óraunsæir Getur komið til byltingar nú voru þeir í fyrradag slökk á internetinu svo þetta enginn sem sögurnir og hættir Já, ég meina að svona stjórnvald hefur náttúrulega alla þessa bjargir sko sem þú nefnir og svo þetta lögregluríkið og harðstjórnin og dýflussirnar og allt þetta og þetta er ógnarstjórn á mörgum leyti og hefur verið hert á því á undanförnum árum en veikleiki það er ekki stjórnarandstaða formlega og veikleikin er þetta sá eins og í öllum svona ríkjum að það er komið vekk fyrir að valkostur verði til og það er bara meðvitað og lukkast í Kína eða hvað það er og þannig að það er enginn sem býður eftir að taka við. Ég sá nú að sonur fyrrum Íranskeisara á Öxta nefndir, ég hef ekki trú að hann Halavi, fjölskyldan ég hef ekki séð neitt sem bendir til þess en það kann að vera Hann sendi frá sér eitthvað svona ávarp, sjónvarsávarp og er að hvetja fólk til uppreisnar það vilst ekki að hafa triggerað neitt En síðan það er erfitt að henda reiður á þessu en það er alveg örugt að stjórnarandstaðan í Íran er ekki skipulögð, hún er ekki neitt augljósan leiðtoga og leið eins og margir benda á að í svona ríkjum er svona 10-20% af Íranum eiga allt undir því að ríkisstjórnin haldi velli. Það er liðið í öryggissveitunum og lögreglunni og hernum og svo framvegis og fjölskyldur þeirra sko. Þannig að það er ekki hlaupið að því og fyrir Bandaríkjamenn eða Ísraelsmenn beinlínis að standa því sko, sá sem gerir það, hann færið allt í fangið líka. Það hafa menn komst að í Írak og annars staðar og Afganistan. Það skiptum stjórn, þá er þú búin að taka þetta sko. Rétt í lokin, þú vaknar upp 7. október 2023 eins og við mörg gerðum og fylltist skelfing og vænti yfir þessum tíðindum sem að jafnt og þétt birtust okkur í fjölmiðlum. Það sem síðan hefur gerst með þessum aðgerðum Ísraela á Gaza, gagnvart Hezbollah-samtökunum og núna í Íran. Hamas-samtökinni á Gaza-svæðinu. Það hefði enginn getað séð þetta fyrir og væntanlega datt engum í huga að Ísraelar hefðu þá burði sem þeir eru að sýna núna. Á Gaza? Nei, þá er ég að tala líka gagnvart Hezbollah-samtökunum í Líbanon og síðan þetta fall Sýrlands, þetta verður allt einhvern veginn verið að molna niður í kringum Írana. Þetta er alltaf molna niður í kringum þá og eins og ég segi, þeir eiga bara hvergi höfðu að halla á í þessum heimsluta eða svo maður orðið koma. Þeir eiga enga, Araparíkin ætla ekki að koma að nála þessu og það er engi bandamenn eða vinir sem Íranar eiga í reynd. Er heimurinn öruggari fyrir vikið?
Sko, með veikt Íran? Ekki endilega, ég meina allar svona atburðarásir eru óútreiknanlegar og ófyrirsáanlegar í eðli sínu, þannig að það passa sig sko, en auðvitað ákveðin óstöðuleika þáttur úr sögunni í Mið-Austurlöndum eftir því hann minnkar eftir því sem Íranar veikjast, það bara liggur fyrir. Eina sem eftir eru Hútar, langt í burtu reyndar, í Jemen, og Hútar geta gert óskunda og þeir hafa sendt flugskeyti alla leið til Ísraels en Hútar eru ekki strategískur þáttur í alþjóðapólitískum eða geostrategískum skilningi, þannig að þeir hleypa ekki neinum stórum hlutum af stað en geta vissulega gert óskunda, þannig að þessi heimshluti og verður óstöðugur meðan ekki tekst að finna einhverja lausn á þessu svokallaða Palestínu vandamáli sem ekki samt stórmál sko, og einhvern sem var sagt sko að kenna Ísraelum, þetta var eins og segja sko að átök Ísraels og Palestína séu ráð alls íls og óstöðuleika í Miðausturlöndum, það sé svo segja sko að borgarastríð á Spáni hafi leyft af seinni heimsstyrjöld sko, þetta er alveg óskild mál, en það breytir ekki því að það þarf að finna lausn á Palestínumálinu, hvernig sem við skilgreinum það. Það verður aldrei neitt friður þarna svo lengi sem að það til staðar. Er það tveggja ríkja lausn? Það eina lausnin sem kemur til greina, tveggja ríkja lausn. En hins vegar forsendurnar fyrir henni, þær verða sífellt veikari og bara, ég meina, tveggja ríkja lausnin, hún var formgerð í lok 6. stríðsins 1967 með ályktun Sameinuðu þjóðanna og kallar á það náttúrulega gagnkvæmar öryggistryggingar og Ísraelsverð fái öryggistryggingar og margreynt að koma þess á laggirna með kampdeilusamkomulaginu og öryggisstyrkjum. Við hvernig á að tala núna til dæmis, ég meina Palestínumenn hafa verið sundraðir núna í mörg ár og aðrar forsendur lútaði þetta til að framkomu Ísraelsmanna á Vesturbakkanum sem eru virkilega vafasamar og veikja þessa stöðu mjög mikið, þannig að forsendur tveggja ríkja lausnarinnar hljóta til að vera að þessi tveir aðilar sem geti samið eitthvað og neglt það niður og tryggt hvor annan, það bara mjög fjarri. Og Ísraelar ekki til samninga líklegir þessa dagana? Nei, alls ekki. Þetta nú meira volæðið alls saman. Já, en þó við skulum ekki hlaupa fram úr okkur með það. Heimurinn, eins og ég sagði það ekki koma stórstyrjöld eins og margir held ég. Það ekki á heljarsturum? Nei, það það ekki. Það allavega gott að fara með það inn í helgina. Albert Jónsson, þakkaði kærlega fyrir komuna. Á þeim svona tiltölulega léttu nótum, svona í heildarsamhenginu, ljúku við þessu samtali hér á vettvangi spursmála þennan föstudaginn. Við ætlum að vera komin í sumarfrí sann að sagna. Þessi þáttur átti aldrei að fara í loftið, síðasti þáttur í liðinni viku átti að vera það, en þingið heldur áfram og við höfum þessan ákveðið að halda áfram að spjalla hér saman pólitík innanlands og utan og ekki það smá tíðindin sem að rekur á fjörur okkar. Við verðum hér í næstu viku. Ekki víst að verða á föstudegi, það fyrir átti eftir hvenær menn ná að ljúka þinginu og hvort og þar munum við halda ykkur vel upplýstum. Hlökkum til samfylgdarinnar við ykkur þá eins og endra nær. Verið sæl.